Það komið í sæl. Það komið sunnudagur og þá koma synir Egils, jafnt í dag sem aðra sunnudaga. Við erum hérna í seinni hluta maraþons samstöðarinnar. En við ætlum ekki að tala um það núna, en samt hérna í fyrir hluta af sonum Egils, þá erum við hér áhöfnin á samstöðinni. En í seinni hlutanum koma til okkar 3 gestir. Það Bryndís Harðarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, Mörður Árnason sem var einu sinni þingmaður fyrir Samfylkinguna og Steingerður Steinarsdóttir sem ritstjóri Lifðu núna. Allt gott fólk og eflaust skemmtileg umræða framönda þar, en ég býð ykkur allir velkomin. Fólk þekkir ykkur, þannig ég ætla ekki að sé ykkur áður hérna sjálfum. Manst ekki nöfnin? Jú. Ég sagði að pröfa. Marja Lilja, Oddný, Björn og... Nei, hvað heitir þú aftur? Ég segi þetta að ég var þess að mjög langa ritgerð á Facebook frá manni sem var að tala samstöðuna og var að dásama alla stjórnendur og meðal annars þig sem myndir aldrei eftirnöfnin á fólki. Nei, myndir aldrei eftirnöfnin á fólki, sagði þessi maður. Og það var alls ekki illa meint, og hann fannst það eins og þetta sérmyrandi, þetta væri casual og vindalt. Ég held ekki að gera þetta viljandi, Einmitt til að heilla svona hópur svona manna. Og setur á svið mistök til þess að við tengjum í því sem en mannlega mann. Nei, þetta bara svona tungarstækkar með aldrinum. Herði, en við ætlum að ræða eitthvað, við reyndar misvel sofin, það búið að vera vaktir bara í alla nótt og tókst vel að mér skilst ekki. Jú, þetta var stórskemmtilegt. Það allavega tókst að láta ekki koma, sem sagt, munið þegar var þögn í Ríkisútvarpinu, það var alveg ótrúlegt moment. Ég held að ekki komið svona gat í dagskráin okkar nema þá bara nokkra sekúndur, Var það ekki, Bara það var bara auglýsingar, en það var ekkert gat. Ef Facebook einhver mælikvarði þá þetta hafi gengið furðu vel hjá okkur, þá það búið ansi líflegt, Ég held að við sem hérna erum og svo tæknifólki okkar að þetta bara, við erum bara öll reynt fólk og við kunnum bara að bjarga okkur. Ég held að þetta hafi verið þannig. Ég held að kortir að verða komin í 30 tímar. Það að vera komin. Það verður komin 30 tímar. Ég held að það sé allt hörku efni, Það ekki lesið upp úr búnaðarblaðinu Frey. Nei, Ólafur Harðarsson á leiðinni hérna út á hann greip mig og hann fór að ræða hvað honum að fundist margt efnið gott. Hann byrjaði að skilja upp ansið mikið, þannig að hann hefur lítið verið að gera með að horfa á samstöðuna. Hann hefur bara setið við. Hann var að tala við okkur hérna líka. Ykkur líka. Svo var þetta viðtal og þetta viðtal. Hann hafði nú sem kannski hlutað fréttum helgarinnar. Því miður að þá hefur sósíalistaflokkurinn verið í fréttum á meðan við höfum staðið í þessari söfnun sem ég veit ekki hvað þeim gengur til þegar við erum að reyna að sækja til almennings biðjum traust til þess að fá að halda áfram hérna samstöðinni þá ríkur upp einhver ásakanir einhver ég bara veit ekki hvað ekki. En Óli var að tala viðtalið sem þú tókst við Sönnu sem ég því miður hef ekki náð að horfa á. Þú hefur haft að vera hnöfn og neppa. Já, ég var bara að gera eitthvað allt annað. Ég hef marg að tala þetta viðtal, þetta hafi verið virkilega gott. Þú hafði nú ekki hlíft henni. Ég hlífði henni þetta ekki neitt og var með fyrirvara að ég hefði ákveðna hagsmuna að gæta. En svo bara saumaði ég töluvert að henni og mér varst hún koma mjög sterk frá þessu viðtali, ég get alveg tekið undir það. Og ég benti á í þessu viðtali með einhverju spurningu að minnst að kosti að sumpart væri bara auðveldara fyrir hann að segja ekki það sem hún sagði í gærkvöldi í þessu viðtali. Þannig að þegar hún bakkar, til dæmis til málflutning, 100% upp, þá það bara mjög trúverðugt að mínum að til. Ég var bara að segja það. Af því hún hefur margar aðra leiðir. Já. En við ætlum eiginlega ekki að tala sjálf okkur svo mikið í... Nei, við vorum að tala Sönnu Magdalenu og Sósíalistaflokkinn. Já. Við erum samstöðin, Ég heyrði. En... Jú, við getum haldið áfram með viljið, Nei, það getur verið að tala meira þetta var gekk vel hjá okkur, þetta var bara gaman. Nei. Við erum ekki búin að rósa okkur sjálfum. Eins og má benda á það, því að þótt að við erum að gera þetta og auðvitað við erum ekki með tæknibúnað á við RÚV eða Stöð 2 og til dæmis þetta viðtal að það ekki fyrir að útsendingunni líkur hvenær svo sem það verður kannski bara 6 í dag eða eitthvað, ég veit ekki hvað við förum langt
að þá fyrst verður hægt að sko setja á YouTube og dreifa sko einstökum viðtölum. Já, það er búið að spyrja mig svolítið þetta. Það er þá rosalega vinna framöndan hjá tæknifólkinu okkar. Það starfsdagur á morgun, við erum að klippa þetta saman. Heyrðu, það eitt sem að fólk hefur verið að spyrja mig og það hversu vel hefur okkur tekist til að safna áskrifendum? Það annað sko, af því að við erum ekki, það er engin bókari sem vinnur það er engin framkvæmdastjóri, engin fjármálastjóri, engin mannustjóri, það veit ekki til því. Já, við erum að ráða mannustjóri. Sko þá kemur þetta inn á svo, þetta er bæði fólk sem skráð svo kort og svo eru þeir sem að texti ekki að skráð svo kort og ég sendi e-mail á það fólk og næ því svo aftur tilbaka. En síðan hafa komið svo mikið af tilkynningu frá þeim sem eru áskrifendur og byrjum að tvöfalda og það gerist bara inn í einhverju skjali þannig að ég eiginlega get ekki svarað þessu en þetta er alveg bönns þetta bara gengið bara mjög vel sko. Frábært. En ekki það eru margir, nokkrir allavega búin að hafa samband við mig og segja við séum ekki nógu duglega að minna á hvernig eiginlega eigi að gerast áskrift. Við erum alltaf að tala um að fara hann inn á samstöðum.is og íta á takkasmyndir áskrift en það vefst kannski fyrir einhverjum, jáfnvel höfum við ekki sagt það nógu oft, eða það vefst fyrir fólki, það ferli allt kannski. Það á að vera svona nokkuð skýrt. Og ef að fólk klikkar af einhverjum ástæðum, þú ferð þannig inn með einhverju svona Google skráningu. Ef það klikkar að þá hef ég svona leið til þess að finna sporin og sendi ég e-mail á fólkið. Ef að það klikkar hins vegar þá getur fólk bara að senda á samstöðun.is og senda bara kennitölu og nafn og upphæðina sem við viljum borga. En þetta hefðum bara átt að koma fram mjög snemma í ferlunum. Samstöðin hjá samstöðun.is. Það er sama á við til þess eldri áskrifendur, þess að mér ekki alveg ljóst hvernig ætti ég að hækka áskriftunum mína. Það sem að fólk er að gera er að borga 2750 og segja ég vil tvöfalda það og fer upp í 550 og svo eru, ég held að það er 3 sem að borga 550 og að hækka upp í 11.000. Að þá er best að senda það bara á samstöðun.is. Og líka ef fólk vil auglýsa og ég bara svo harðsnandi að fara að þylja eitthvað upp gjaldskrá og eitthvað svona þannig að ég bara get setta hræjódýrt að auglýsa þetta og það virkar mjög vel. Svo var einhver en fólk getur bara að senda á samstöðun.is og þá bara finnum við út úr þessu með auglýsingar. Svo var einhver konuleika sem hafði samband við mig í einkaskilabúðum og spurði sko er maður þá kaupir maður 2 áskriftir ef maður vill tvöfalda mánaðargreiðsluna? Nei, það er hægt að haka við sem sagt. Það kostur, þegar þú ert í þessum ferli, þá eru nokkrar ólíkar tölur. Það er valkostur að borga þessu grunnáskriftina, 2750, tvöfalda eða fjórfalda. En svo er það líka, en það má líka nefna það að dagskráin opin öllum og svoleiðis fyrir það sem að efna á því og svoleiðis, þannig að það er ekkit, ef þú hakar út tvennt þá færði að hlusta meira. Svo líka fólk sem er bara lagt beint inn. Það er þarna í fréttinni marathonið sem er inn á samstöðum.is, það er reikningsnúmer. Og það er sletta fólki sem gert það, sem að segja bara ég vil ekki til að borga eins og í mánuði og lagt inn bara góðar upphæðir til okkur. Okay. En sko, ekkert lengur fyrir fólki sko, þetta að þú er að haka við hvort þú vilja gerast hluthafi í alþýðufélagi. Það er ekki hluthafi, það er bara félagi. Félagi í alþýðufélaginu. Það eru svona 3/4 sem að vilja vera hluti af alþýðufélaginu og það er náttúrulega skemmtilegra því samstöðin er í eigu alþýðufélagsins og með því að vera félagi þar þá ertu bara áttu samstöðina í félagi með öðrum félögðinum í alþýðufélaginu. En sumir, ég veit það bara, er með einhverju félagsfæli, vil ekki vera einhverju félagi, einhverju vísin og einhverju fundabóð og eitthvað svona. En þá afhakaður þetta og þá eru þeir ekki félagar, þá fara peningandi bara beint inn í samstöðu. En nú er sko aðalfundur vorstjörnunnar á morgun, ekki satt? Og það kom fram í þessu viðtali mínu við Sönnu að hún hvetur fólk sem styður samstöðina og stendur með samstöðinni bara til að skrá sig í félagið og mæta á hana fund. Já, ef að þeir óvildar menn samstöðarinnar ná vorstjörninni sem að leigir þetta húsnæði hér og miða við bara andrúmið sem er frá þessu fólki. Þau tók á okkur rennandi vatni og lokuðu, þannig að við erum búin að vera rétt áður við byrjuðum með marathonið. Þannig að við erum búin að vera að gera þetta allt saman á svona einu klósetti og ef ekki væri fyrir Maríu Pétursdóttur sem að smíða þetta borð og hún kom og reddaði vaskinum. Fórstu ekki og keypti vaskina? Ég keypti vask. Og ég er María. Og svo tók ég tók til hendinni. Þetta er bara, svona er þetta bara. Svona er að vera í samfélagi. Þannig að ef þetta fólk er svo sættir, nær vorstjórninni og er með húsaleigusamningi, þá
er okkur náttúrulega ekki verðt hérna. Það bara þannig. Og það Þá fyrir við bara eitthvað annað. Það rosalega dýrt, sko. Að byggja stúdíu og flytja það. En í bili má það bara taka undir óskir Sunnu að hvetja fólk til þess að ganga í Vorsturnu og mæta á Já, ég held að það sé mjög mikilvægt og þeir hafa líka fundurinn á morgun fólk sem er að hlusta á samstöðuna verður bara eiginlega að gera það. Það verður að hjálpa samstöðunni yfir hennan hjalla. Þannig að þetta eru 2 skref. Og líka styðja Sönnu bara í því að Vorsturnar er að mörguleyti sko sanna. Því hún hefur lagt peninga þannig af eigin launum og þetta er byggt upp af svona hugsjón að styðja hagsmunabaráttu bara fátæks fólks. Ekki til þess að styðja þessa nýju fórust í Sólstafloknum. Ég held að Sanna við engan að það því, sko. Þannig að þetta eru bara styðja Sönnu í því að Vorsturnar fá bara að lifa áfram eins og hún var hugsuð. Bara til þess að við séum með IMBA-proof leiðbeiningar þá fyrir fólk sem að þykir vænt samstöðun og er búið að vera að fylgjast með okkur alla helgina og vill hafa okkur í loftinu sem lengst. Það er að fara inn á vefslóðuna vorstjarnan.is, skrá sig þar til leiks, það kostar ekki neitt og klukkan 4:30 á mánudaginn. Ég þori ekki að fara með það, ég mann það ekki, 5:30. Klukkan 17:30 á mánudaginn hefst á þessi aðalfundur. Hvar? Hér. Hér. Er það ekki? Það er auglýst. En líka til að maður skýra, þetta er alltaf svolítið flókið, þetta hvort þú vilji styrkja samstöðuna og svo hvort þú vilji vera hluti af alþýðufélaginu og svo hvort þú vilji styrkja Vorstjörnuna. Þetta er doldið kannski mikið. Já, má ég bara segja að þá er sko Vorstjarnan þá er það eiginlega svona rýmið okkar, sko, þetta físiska rými og það er svona eins og það er þetta hérna sem að Regnhlífin. Já, regnhlífin og síðan er það alþýðufélagið sem er þá svona rekstraraðili samstöðvarinnar og fólk getur valið hvort það vill vera hluti af því félagskap eða bara styrkja beint samstöðun en með því að vera hluti af alþýðufélaginu þá eru menn sko að styrkja samstöðuna þannig að menn geta bara styrkt samstöðuna með því að styrkja samstöðuna beint eða það kemur á samastað niður. Það skiptir líka máli, það kostar ekkert að skrá sig inn í Vorstjörnuna og hérna greiða atkvæði á morgun. Það kostar ekki neitt. Ef fólk vil kynna sér, það er vorstjarnan.is, það er bara ágætlega sagt frá félaginu. Ef fólk vil kynna sér alþýðufélagið, þá er það samstöðun.is stöðina, það er bara ágætlega kynnt. Þetta er aðgengilegt allt saman. En þess að það gæti verið að það þyrfti að íta okkur upp úr skafli á morgun með því að mæta á aðalfund Vorstjörnunar og leggja okkur lið. Er það ekki málið? Hvern langar ekki til að mæta á einn aðalfund? Já, segðu talan við með rifist, sko. Það er aðalfundunir. Það eru aðalfundunir. Ég sé þau. Herðu, en hérna... Það er ótrúlega lífsáski sem endur tekið steðjar að þessari stöð, þessum vinnustöð okkar. Já. Það er veltingur. En það eru hérna... Ekki bara það, en það er alltaf svona leiðindatótt frá mokkanum. En ég vil ekki líka þetta að segja, þakka öllum þeim sem eru búin að vera eiginlega, eru bara núna helgina búin að vera að styrkja, eru að renna stóðum undir og eiginlega... Það er gestirni sem hafa komið hingað miðjan nætur. Það er fólk komið hérna með bakkelsi, það var skúffukaka og ótrúlega góðir í svona hafraklattar smakuðu þá. Kleinur. Heimabakaði kleinur og skúffukökur. Kolbrún Valveisdóttir búin að vera að hella upp á kaffi og stökkvinn í viðtöl og vera hérna... Það voru mjög skemmtilegt hérna þannig. Samhugur og jákvæðni. Það er límið fram með Kolbrún Valveisdóttir. Og með að við svona leiðindi sem... Hrein og fínu leiðindi sem hafa verið frá Sólstaflokknum, þau hafa ekkert verið hérna frammi, sko. Nei, ég er ekki búin að fylgjast með þeim, ég hef ekki... RÚV kom í heimsókn í fyrsta skipti, sagði frá því að væri búin að opna sjónvarpstöð. Já, þeir eru búin að fatta það. Við vorum með beinni útsendingu í gærkvöld, það var mjög gaman. Ég hef einmitt heyrt í fólki sem að vissi ekki að samstöðin var til og veit það núna, af því að það var að horfa á fréttir RÚV. Þannig að sko kynningarstarf, það má kannski hugsa sem svo að þótt mjög margir þekki samstöðina og notana, þá eru það samt sennilega fleiri sem eiga eftir uppgötana. Við erum aldrei á neitt pening í marka sem það kynningarstarf. Það nú öll bara við erum einhver staðar. Svo er eitt sem ég eftir að segja ykkur, sko, að því að sumriti var þetta bara tilraun að vera með svona útsettingu allan sólarhringinn. Og hún hefur bara virkað vel, þannig að planið er eiginlega að halda því áfram. Ég veit að því að hvað er þetta málþóf, að þá hafa fleiri verið málþófi en við. Hafið þið fylgst með málþófun á Alþingi? Ekki helgina. Ekki síðan við fórum í málþófinu. Já, nei, það málþóf að ég helgina. Það er ekki allir seginn helgina. Sko við vinnum á sunnudum, þetta er nú ekki samt að kvarti við því svo Karl Gauti Hjaltason gerði, hann átt svo votta því hann þurfti að vinna einu sinni á sunnundi. Blessaði kallinn. Já, ég tók eftir að það voru
endalaust þingli á föstudagskvöldinu. Þannig að þá var eitthvað að gerast. Eitthvað komin einhver niðurstaða? Það þingfundur aftur á morgun klukkan 10. Ég búinn að reyna mikið að fá, ég sá fyrir mér að fá þingflokksformenn, hverjir myndu svara mér og slíkt, En einu svörin sem ég fæ þaðan eru, við meðum ekki segja múkk, Við höfum ekki komið neinn viðtöl því ef við segjum eitthvað sem að öðrum mislíkar þá geta allt fuðrað upp. En það með sjálfstæðismenn að þeir eru einu sem sendu þingmann, kemur hérna eftir, Bryndís Haraldsdóttir sem verið virkur þáttakandi í málþófinu og varaforsetum þingsins og mjög áberandi í þessar umræðu allri, þannig að hún kemur. Ég held að það sé skoðanakönnun maskínu, að við dreigið svona tjaldið frá og bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vilja enda þetta bara svo fyrst. Losna út úr þessu. Út úr þessu málþófi? Þetta bara eiginlega flokkana. Fólki farið að langi sumafrí og svona. Nei, þetta bara eiginlega flokkana. Þannig að við mistegist að auka fylgi sitt. Og bara miðflokkurinn ríkur upp og Sjálfstæðisflokkurinn fyrir niður, munar bara 5% stigum eitthvað. Viljum við ekki bara halda þessu áfram svolítið? Það er bókun 35. Hverfur bara? Miðflokkurinn var einn á móti bókun 35 og hann að njóta þessi á þessum hörðustu hægri. Ég held að hann hefur náttúrulega verið leiðandi í þessu málþófi. Bergþór Ólason er foringi í stjórnarandstæðunni. Það er ekki gott ástand fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ekki heldur fyrir Framsóknarflokkinn. Ég held að það hafi gerst núna þegar könnunin birtist og þess vegna var allt í einu komin bara fundarhlé vegna þess að allt í einu komin vilji í 2 af 3 stjórnarflokkunum að hætta þessu. Stjórnarandstæðuflokkunum. Og ég meina að Sjálfstæðisflokkurinn sagði bara, við bara þolum ekki 2 daga í viðbót, við erum að stoppa þetta. En sumir þingmanna minnihlutans munu koma heim með skottið á milli lappana ef þeir ná ekki að hrekja veiðigjaldafrumvarpið út af kortinu og það verða þung spor við heimkomu hjá sumum þingmannum Sjálfstæðisflokks. Sérstaklega sem hafa ræturnar inn í borgarklúðum 35. En það þessi virði að flokkurinn komin niður í 17%? Það þessi virði að vera í málþófi núna fram í ágúst og fara með flokkin niður í 12%? Hvað það þessi virði að tapa milljónum og milljónum aftur á mokkonum að því að hann á að vera að halda upp í vörnum þau förum ekki inn í Evrusambandið? Já, en Sjálfstæðisflokkurinn er sjálfstæð kennitala. Já, nei, þetta er sama fólki, Hvernig hugsar það? Já, ég veit ekki. Við skildum ekki vanmeta gildi upplýsingavaldsins og ég held að þetta sé bara smarti sem eru að tapa á mokkanum með að við hagsmunina sem þeir eru að verja, Já, ég held að tapa mokkan sé bara, þetta eru bara stóra samhenginu. Ég held að bara hvað þeim hefur tekist að verja kerfi sem allir eru meir og minna brjálaðir út í. Meðal annars með því að beita málgagninu Morgunblaðinu eins og þeir hafa gert. Það er heldur ekki eiginlega möguleiki fyrir ríkisstjórnina að enda þetta þing á þess að veiðigjaldi fari í gegn. Þau eru búin að tala bara bæði Þorgerður og Kristur tala þannig. Það er bara trúverðuleiki ríkisstjórnarinnar er bara, hann er undir núna. Þá kemur, þá er hótunin að það sé nota þetta sem með þetta astanlega orð þannig að kjarnorkuspringja, það sem verður bara slökkt á málþófinu, sem ég held að yrði vinsæl ákvörðun og ég held að yrði þar með yrði bara nýjar leikreglur í þinginu, bara svipað og þegar Ólafur Ragnar notar málskottsréttinn, þá er bara komin ný regla og allir verða glaðir við það, bara leið og þetta gert og allir glaðir við það. Og þá er það spurningin hvort að Sjálfstæðisflokkur hugsa eitthvað svona til þess að forðast það, þannig að við töpum og það er vinsælt að við töpum, ættum við að semja eitthvað en ég bara veit ekki alveg hvað það geta semjað Ef þetta er rétt af ykkur að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara stjórnmálaarmur LÍU og getur ekki semjað neitt. Stór hluti hans. Það er náttúrulega bæði formaðurinn og varaformaðurinn eru það. En LÍU var að klofna, Guðmundur í Brim. Jú, svo það, maður veit ekki alveg hvað er að gerast þar, Mér finnst það að vanti en þá skýringar innanfrá. Ég hitt hann eftir að hann var kjörinn formaður og ég segi hvað Akkur kusir því að þú væri óvinsælasti maðurinn. Já, en það kusið mér, ég ætla bara að vera hann í 2 ára eitthvað. En svo var það bara 2 mánuðir eitthvað. Svo heyrði ég þá í morgun eftir morgunsjónvarpið mitt, þá voru þeir ég var að þingmaður Flokksfólksins, hvað heitir hann? Einar. Nei, sem er með þætti á, ég bara, ég er svo þreyttur, ég man ekki neitt, sjávarútvegsspjallið, Gretar Mar, Jón Baldvin
og þriði maður, þeir voru að tala um að Samherji væri að koma meira inn í Ólafsson, alveg rétt, þeir voru að tala um að Samherji væri að koma meira inn í Sýn. Hafið þið eitthvað heyrt af því? Já. Hún komin í stjórnina, Heiðrún Lind, Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS. Já. Vitum við að Samherji er að auka hlut sinn í Sýn? Já. Liggur það fyrir það? Já, í gegnum Skel og þeir eru orðnir, eru þeir ekki með... Skel það ekki Jón Ásgeir og félagar? Jú, en það eru einhverjir, ég held að þeir hafi verið að auka hlut sinn í Skel. Mér minnir þetta hafi verið eitthvað svoleiðis flétta, en ég hef séð þetta með að þeir séu að auka hlut sinn í... Ég hef leyft mér að segja í þessum málþófi á nokkrum stöðum núna, síðan við fórum í lofti klukkan 7 á laugardagsmorgun, að sú sviðsmynd sé vel möguleg að hér á Íslandi innan skamms verði engir aðri fjölmiðlar heldur en Ríkisútvarpið og 1 eða 2 stórútgerðar fjölmiðlar sem að gangi náttúrulega ákveðina erinda. Og samstöðu. Já, við erum að reyna að vera hérna. Það ekki að sjá Samherja inn í stærstu hlutunum. Þetta fyrirtæki sem hann á þarna, hvað heitir hann sem varður ríkur á Kreditinfo. Já. Hann með stóra hluti og svo það Skel sem Jón Ásgeir og félagar. Okay. En svo þetta lífeyrissjóðir, Gildi og... Þeir eru kannski að styðjast með einhvern orðróm eða eitthvað? Svo náttúrulega í þessu, þá oft bankarnir notaðir einhver sjóður á vegu bankana sem á allt í einu 10% íður og 5% þar og þannig að getur verið eitthvað svoleiðis Ég veit ekki hver það sem að vill fá framkvæmdastjóra SFS inn í stjórnina, það lítur að vera eitthvað hluta við. Já, væntanlega. Sem að gerir við ríkisstjórninni alveg ómögulegt. Það þurfa alltaf að geta þessi þegar það fjalla sjávarútveg. Þeir sem geta að framkvæmdastjóri SFS er stjórnarmaður í... Já, í Sýn. Þau hafa nú sagt að eitthvað í fréttum á það. Nei, maður ekki. Eins og við þurftum að gera áðan þegar Árni Eir talaði við pappa sinn sem hún reyndi að tók fram að vera pappi en hann situr í stjórn Alþýðufélagsins. Já, hefði ég átt að geta þess. Nei, alls ekki. Þetta ekki svona fjárhagslegir hagsmunir, það öðruvísi. Nei. Það ekki? Jú. Sagður svona, hæ pappi minn. Sagði einu sem pappi. Já, ég sagði þetta í lokin, hann er búinn að vera bakvakt alla helgina eins og þegar ég var þáttakandi í að skipuleggja maraþon í Norræna húsinu. Þá var hann á bakvakt ef það myndi verða þögn þá ætluðum við að stökkva inn og það var svona míti-orgel og ætluðum að syngja nokkra sálma með svona rammagsorgeli en svo sem betur fer kom bara ekki til þess að við þurftum að fara í þann sálmasöng en hann hins vegar söng Tom Jones lög og það var allir bara með bæði náttúrulega mjög margir með og ég fekk aðeins þennan feeling í nótt og í dag hvað eru bara það er þetta sam hana ég meina því þeir að tala með svolítið leiðilegt að við skulum þá enda umræðina á Samherja Samherja skildi það er svo dæmi gert að svoleiðis fyrirtæki skuli hafa eignað sér einhvern veginn þetta fallega orð Samherji og þeir keyptu fyrirtæki sem hét Samherji þeir fundu ekki upp nafnið Nei, en bara þetta þeir náttúrulega græða á því að þannig þegar þeir keyptu Guðstein tóran í Hafnarfirði þá hét útgerðarfyrirtæki hann Samherji þannig að þeir hafa bara notað það nafn En hvað hefðu við gert ef að Samherji hefði bara skellt þarna inn á þessu kennitölu sem hún sagði alveg ofboðslegum styrkin og samstöðina og þá væri þetta kannski myndi heita síðan Samherjastöðin Við getum sagt nei takk það hefur bara ekki komið til þess að ykkur hafi verið að vissa fyrir í okkur en ef það kæmi eitthvað svolítið þá myndum við bara segja nei takk Það hefur komið fram að því að ég veit ekki hvort ég megi nefna Sósíalistaflokkinn að það hefur komið fram hjá núverandi forystu að þau séu svona íhuga að halda áfram að styrkja samstöðuna með ströngum skilyrðum og það segir bara samstöð bara nei takk. Herrið, má ég aðeins halda áfram með þarna því ég er svo leiðinlegur, ég er svona alltaf í fréttunum Það núna búið að boða hluthafafund Íslandsbanka og þar á að ræða bónusgreiðslur til stjórnenda og þetta á að gera áður en þeir sem keyptu hluti í Íslandsbanka hafa áhrif á sem hluthafar. Þannig að þeir eru að hlaupa fyrir horn með þetta. Síðustu stundu. Að það er halda hluthafafund til að geta komið góðu bónusgreiðslum til stjórnenda bankans. Svo er búin að því. Ég heldur að, hvað var þetta mikið? 42% sem voru selt. Ríkið, bara fjármálaráðherra fer með þau atkvæði í dag. Heldur hann sé líklegri til að samþykkja bónusgreiðslurnar heldur en fólki sem... Ég er ekki að búið þennan hluthafafund, Nei, ég er að spyrja. Ég er að segja að það er búið að boða þennan hluthafafund með þessum látum,
Ég held að ég meina með ætti ekki ríkið bara að nota síðasta atkvæði. Það er aldrei notað. Ríkið? Ekki. Eftir að ríkið seldi sinn hlut í Íslandsbanka virðist núna eiga ríða á vaðið eins og allt sem gerðist fyrir hrun sé löngu gleymt og að menn hafi ekkert læst. Þetta er Bolli Héðinsson, nýkjörum bankaráðsmaður í Seðlabankanum sem skrifar þetta. Þetta er sem sagt að eiga samþykki þetta af því að ríkið er hætt að greiða atkvæði. Já, það er alltaf hætt á því að þetta byrja aftur. Þetta er náttúrulega stórkostlegu skaði að vera að veita bankafólki bónusa. Já. Það er bara leiðir til glæframennsku og það er bara hægt að, það er bara sólið rauk fyrir því að þetta bara eigi ekki að vera svona. Það sé nú ekkit auðvelt fyrir flokk fólksins að verja þetta. Þau eru búin að selja, sko. Þau er ekkert í... Þau, já, ekki að segja það. Nei, en sem sagt, sko... Verið þetta enginn í pólitíkinni, það er algjör tvíp sem fer að verja þetta. En fyrir ekki að spyrja, erum við ekki inn í þættinum Synir Egils? Jú. Erum við gestirnir, sko, í svonum Egils? Já. Já, en þið... Það er sem að taka stjórnina. Nei, alls ekki, sko. Við getum að sætaskipti. Nei, þú mátt alveg samt, þú ert ekkert endilega að tala um það sem ég er að tala um. Nei, ég verð alls ekki setja neitt á dagskrá, sko. Ég var bara spökulegur, sko, hvort það væri, hvort að við verðum nokkuð að halda sætunum fyrir það væri aðri gestir. Nei. Varstu komin út í hver er ég, hvers vegna er ég? Já, þið eru auðfúsi gestir. Hvað er ég að gera í þessu stúdíu? Er ég gestur hér? Já. Eða stjórna ég einhverju? Já, við vorum að tala um vökulögin frammi, sko. Já. Þarna, sko, fólk sem tekur langar vaktir og sefur stutt og svona, svo þá einu sinni var ég í svo og þá ætlaði ég ætla að segja réttu mér stálið til að stála hnífið minn og sagði réttu mér straujárnið og við hlógum og við vorum ekki gert það í langar tíma við vorum bara að vera engin vörn sko. Sörkalsi. Við vorum eins og í steinbít sko, stóðum upp í klofi í steinbít sko og bara settust niður bara skellilegandi. Þannig að þreytt fólk getur sagt hvað sem er. Já, það bara út af því sko. Mér fannst eins og við ætlum bara að tala um marathónið og kannski, en maður þarf svona eins og aðeins að hrista hausina, allar reyna að segja eitthvað að viti sko, að því að þið eru alltaf eins og svona málefnalega gesti að við eigum þá líka vera. Já, þú varst þið hérna áðan með fína reynslubólta. Já, aldeilis. Já. Stórkostleg menn. Það alveg brakaði í heilanum á mér að sko bara það var stórt samhengi og spennandi sko og hérna vetrardagskráin hérna samstöðin alveg teiknaðist upp fannst mér og sumarfríi sko því að ég var svona að leggja til að allir væri að teikna upp svona einhverja pólitíska ása sumarfríinu. Voru þeir þess að mennindir sem voru í viðtali með heimaverkefni? Já. Þeir eru pennan á morgun eða ég bara kannski sjálf mér var þetta mjög pennaveski og skólaflöku ég allavega bara sá fyrir mér svona nokkra ása sem væri gaman það væri gaman að þið líka myndi gera þetta svona pólitíska ása út frá ásunum sem að Ólafur Haraldsson var að kynna sko maður væri svona eins og í samræði við þá ása þetta ekki spennandi sumarverkefni eða Við Ólafur tölum, hann tala náttúrulega hældi dagskrám sem búin að vera hérna, svo tölum við líka um leikinn í kvöld sem er KRFA, við erum hérna með sikkur liðinu og hann sagði mér að F-fangar er búin að búið til auglýsingu þar sem Friðrik Dór tekur eina torfu af vellinum í Kaplakrika í Hafnarfirði og fer með hann inn í Laugardal og gervigrasi þar sem að leikurinn fer fram af því að F-fangar vinna alltaf á grasi en tapa alltaf á gervigrasi og þetta er svona einhverju húmóri á þeim en ábyggilega gaman fyrir þá. En mér finnst mjög fallegt hvernig KR-ingar eru alltaf að mæra árangur þjálfarans nýja sem tapar öllum leikjum. Því stærra sem hann tapar því betri er hann. Já, sko, þeir finnst fótboltinn svo fallegur og í hver skipti sem við fá 0 stig og hitt liðið skora 5 mörk þá er þetta samt alveg frábært að þetta er svo fallegu fótbolti. Það voru 6 mörk, ekki draga úr þessu. Nei, það er hérna, sko, sáleikur var alltaf rosa mistök, sko. En myndu það að leikin áður að þá hérna voru þeir rændir helviti miklu á móti Víkingi sko þegar varnarmaður viljandi með höndunum og fær bara guldspjald og skora svo rétt og eftir. Þetta er rán sko. Ég gleymi þess ekki. Þetta er heill þáttur. Ég ótti reyndið að vera með íþróttaþátt sem heitir Bekkurinn. Það getur verið áhaldabekkurinn eða varamannabekkurinn. Mér líst vel á þetta. Spennan utan hvort heldur með FH eða KR? KR.
Mér finnst þú eigir að koma með eitthvað svona, einhvern þátt eitthvað sem við erum aldrei að sjá, sem eru lætin á millileikja og átökin. Já, það getur verið gaman. Nei, ég er ekki þannig típa. Nei, kannski ekki. Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ, hann er alveg vill koma til mín ef að ég byrja með íþróttaátt. Margt að ræða. Aldrei þið hlusti ekki á það sjálfur? Jú, 100%. Er gúrka í fréttunum? Nei, þingið er á fullu, Smári, það er ekkert að gera þingið. Ekki í dag. Í dag? Nei. Hvað vitum við um það? Kannski bara það að semja. Maður var ánægður með gönguna í Ungverjalandi í gær. Já, hætti ekki. Já, því. Magnað að sjá myndina maður. Það var mér var stæla að vera frétt helgarinnar. Hvað gískur að vera margir? Ég hef ekki heyrt töluna. En þetta spilast öðruvísi fyrir Orbán. Það er miljón manns. Já, bara sýnir mann að það er ennþá hellingsvon, sko. Já, kjarka fólk til. Já, kjarka fólk. Íslendingar áttu fullur að það. Það þýðir ekkert að henda voninni. Íslenski fáninn var að því. Þú var þetta kröfuganga? Það var svona gay pride. Já. Ungverjaland sem sagt bannaði. Lögum, sko. Já, ég skrifaði undir Amnesty International, Svo var ég með myndavélar sem greina andlit, sko, til að reyna að fiska út sem voru þarna og þeirra býðu 70.000 krónar sekt. Það bannaði að fara í gay pride í Ungverjalandi. Þetta er dæmi að það sé að vakna upp einhver andstaða við vaxandi fasisma og Trump. Við höfum verið að búa til kenningum að Trump muni vera bakslag í fasismann. Það sem að fólk var svona að horfa fram á að hægri myndi taka yfir bara stjórnmálin hægt og bítandi, umræðu vettvanginn og allt þetta. Að tilvera Trump valdi því að þeir sem kjósa ekki að fara þá leið að rjúki til Ungverjalands og mótmæli. En þið var líka, ég heyrði í vikuskammtinum hjá þér, mjög áhugaverð umræðu var ekki nýr borgarstjóri í New York? Jú, nei, hann er ekki borgarstjóri. Hann er hann vann prófkjör demókrata. Já. Heitir Zoran Mamdani, 33 ára gamall. Múslimi indverskum ættum í gegnum Uganda einhverju leyti, sko. En mammas er kvikmyndagerðarkona. Og er hann ekki lengra til vinstri en gengur að gerist í þessum geira? Hann væri kannski, væri bara rópaður út af borðinu á Íslandi. Hann vil að borgin reki matvöruverslanir til þess að búa til nýtt verðviðmið og styrkja samkeppni. Þess að eins og við sitjum uppi með einhverja 3 keðjur sem að okra okkur. Það var einhver í gær sem að talaði það okkur við myndum ekki allan að opna svona ráðvöruverslun, samvinnu, svona kaupfélag. Manstu hver það var sem rætti það? Nei, það var bara í umræðinu. Ég með eins og þú, ég man ekki neitt. Það er svo mikið. Nei, það var... Kannski verið Þröstur Ólafsson, hann var nú Þröstur Ólafsson. Nei, já, ég veit það, nei, þetta var ekki ær. Ég skal muna það einhvern tímann. Þórdís var að tala hún er með, hvað heitir það, feldfé? Já, einmitt. Sem er hvað? Sem er fé, með svona ekstra ull. Þú mátti sem þetta áttu við rollu en ekki... Ég var að vanda mig svo mikið að segja ekki rollu. En það að almannavaldið eða samvinnufélög reki verslanir er ekki, það bara þótti bara sjálfsögt viðbrögð á síðustu öld við að verjast okrinu. Það fyrir bara núna til Akureyrar í því samhengi. Núna þykir það orðið alveg rosalega djörf hugmynd og látið alltaf eins og samvinnufélög, það var reynt en það bara virkaði ekki. Og það er náttúrulega verið alltaf sem að segja þetta sósíalisman. Það var reyndur þarna einhvers staðar Norður-Kóreu, það bara virkaði ekki. Þess vegna keyrum við bara á kapítalismann. Og svona hugmyndir það sem er eiginlega. Og það sem ég hlustaði svolítið, hafði ekki tekið eftir honum. Ég hafði bara tekið eftir honum, hann gerði eitthvað svona bandalag við annan frambjóðanda þar sem þeir voru í svona hálfgerðu kosningabandalagi sem var svolítið sérstætt. Þá var ég eitthvað aðeins að lesa hann og hlusta á hann. En svo hef ég ekki hlusta á hann nema eftir að hann vann. Og þá var náttúrulega svolítið svona rosa spirit í honum. En hann eiginlega, þetta hljómar eins og frelsisbarátta almennings að endurheimta borgina. Borgin er eiginlega bara fyrir hinna ríku og auðugu, eins og margar þessar borgir eru, þannig að þau bara kaupa upp allt besta landið,
eru þar allt svona í kringum að það er alltaf verið að reyna að narra auðkýfingarna til borgarna með því að lofa þeim skattaafslætti og ef einhver vil byggja eins og Trump, hvað heldur hann að fengi mikinn afslátt á alls konar dóti þegar hann er að byggja þessar byggingar sínar. Og það er bara hugmyndin við viljum bara hafa þannig að þessi hægt að búa hérna. Það verður að lækka matvöruverðið, það verður að lækka húsnæðisverðið, það er að vera eitthvað svona öryggi og við vinnum bara allt og mikið og við erum að geta átt bara gott líf. Við bara, ég mæti í vinnu og ég sinni mér bara ágætlega þar og við erum hérna með einhverja fjölskyldu og okkur með við ekki bara eiga gott líf. Okkur við að vera að þjóna einhverjum Jeff Bezos og einhverju svona liði. Hvaða rugl er þetta? Þetta hefur bara verið kallað stimplað sem öfgar hingað til. Þannig hann að svona gera þetta bara að... Já. Og þá er það spurningin sko að þetta verði svona vakning. Þetta verður fólk að einhvern veginn að vakna við það. Þú ert ekki verbúð Samherja sko. Bara hristaði Samherja. Ég man að fyrir einhverju síðan að þá og ég held að það verið viðskiptaráð sem reiknar alltaf skattadaginn, veitu hvað það er? Og það sem er eitthvað svona reiknað út hvað af launum almennings fer í skatta og svo er það haldið upp á það einhvern tímann í byrjun maí og þá þú að vera búin að borga ríkinu. En ef þú tækir sko auðvaldið, þar sem að þau taka í sko arð til sín og hagnað og arðránið frá laununum okkar, að þá ættu við að halda upp á sko auðvaldsdaginn 17. júní því þá erum við búin að borga auðvaldinu alveg allag dagana, þá erum við búin að vera að þræla fyrir auðvaldið. Núna fyrst getur farið að stjúkum frjálst höfuðs. Þetta eru ójafnvægi í samfélaginu. Ekki það ríkið taki eitthvað til þess að reka heilbrigðiskerfi og menntakerfi. Ég kannast ekki við neitt sem er að væli við því. Það var alls konar fegur fólkin í því þegar samfélagi fyrir norðan, KEA, átti flest fyrirtæki á Akureyri. Ég tók viðtöl einhvern tíma sem blaðamaður við fólk sem að manna þessa tíma mjög vel og þar með bent til dæmis á það að KEA hafði í rauninni þá skyldu að allir hefðu atvinnu. Og ef einhver gerði ekkert gagn í atvinnunni þá var hann samt ráðinn. Þannig að sko KEA sem við höfum oft svona talað niður þessa samvinnu hugsjón og samvinnu félag og allt það, en þeir voru þarna líka sko í hlutverki ríkisins með í rauninni félagslega aðstoð og skyldur og atvinnuleysistryggingasjóður þurfti ekkert að borga af því að KEA bara sá það hlutverk KEA, þeir voru svo stórir og ráðandi, það var hlutverk þeirra að allir hefðu vinnu. Og það er alls konar svona mál sem... Þetta er náttúrulega bara skilningurinn á hvað ríkisvald er bara, þú veist, það er náttúrulega, við erum alltaf að tala um ríkið eða ekki ríkið, en við þurfum kannski bara að byrja á líka að tala um hvernig erum við þá að skilgreina ríkið. Ég ræddi það einmitt við Karl föður minn þetta með sko eftir unnið á Ríkisútvarpinu. Sko það er ekkert alveg sjálfsagt hvernig við skilgreinum það bara Ríkisútvarp, hvort það er þjóðarútvarp, almannaútvarp, sko. Þannig að mér finnst eitt af því sem við verðum líka að, þegar við erum að teikna þessa ása þetta í sumarfríinu, sko, þá þurfum við að skilgreina hvern ás þegar við erum með einkaframtakið og ríkisvaldið. Hvort það er, í hvaða skilningi það er það ekki? Það er að verða meira svona ríkisstjórnarútvarpið, finnst mér. Já, það er svolítið mitt annað. Mér finnst það skammalegt að vera með ráðherra svona inn í settinu. Þetta segja fréttinnar. Og svo já, en þú ráðherra, hvað segir þú? Mér finnst það skammalegt. Ég sérstaklega þar að fréttinnar eru á svona miklu leyti fengnar af vef stjórnarráðsins sko, og úr tölvupóstfanginu, sko, fréttatilkynningu. Það er mjög mikil nálægð við valdið hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins. Mjög mikil nálægð. Pælið þessu, þú ert að segja fréttir. Það var tekin ákvörðun að gera þetta og eitthvað svona, en kannski bara best að valdið segja þetta bara sjálft. Og vilt þú ekki segja fréttir þetta? Mér finnst þetta bara, hvaða rugl er þetta? Mér finnst þetta, og ég hef nú oft vitnað það, kannski fólk voru þreytt á að hlusta á það, Adam Curtis, hann var einmitt að tala þetta, og þessi lýðræðisbylting sem að pappinn var hluti af, og Adam Curtis og hans kynslóð í BBC, sem var það þegar Ríkisútvarpið var búið til, á BBC í Bretlandi, að þá hugsaði fólki að hvað er það eiginlega? Það lítur að vera málpípa þeirra stjórnvalda sem almenningur velur hverju sinni. Svo þegar við komum inn í 68-byltinguna, þá verður svona þessi innri lýðræðisbylting að valdið er ekki alveg svona eitt, sko. Þannig að við verum að láta fleiri raddir heyra og við verum að færa sjónarhornið til almennings. Þetta er almanna útvarp og við verum að segja fréttir og lýsa samfélaginu og sjónarhorn almennings, í augnað almennings, en ekki að ofan frá ríkinu. Í einhver leyti hefur þessi
bylting sem að náttúrulega voru þeir fjölmiðlar sem að vikingum inn í þegar við vorum að byrja. Það var þetta hugsjónin, sko. En einhver leyti hefur þetta gengið tilbaka, sko. Þannig það eitthvað svona menningarleg hrörnun í okkar heimshluta. Það var líka það sem ég var að tala við strákana áðan hann í rétt á undan, að það sko að Ólafur Þ. Harðarson sannfærandi og ég var ekki að gagnrýna, en hann kemur fram með ás og kynnir hann og raunverulega svolítið sprengir upp sko samræðu pólitík og setur eiginlega mér fannst eiginlega svona þrívít í þá pælingarnar sem sagt að vinstri hægri, hann með annan ás þarna, bara mjög mikilvæg, og nú var að nefna að það væri fleiri ásar og svoleiðis. En að því að kannski hann kynnir það svolítið inn í svona umræðu sem að við erum orðið svolítið, við erum orðið svo óvirk að við erum farin að líta á það, og hann var að segja það sko, við erum farin að líta á það sem, og þeir líta á sem einhvers konar lögmál sem hann að kynna, en ekki tæki til samræðu sem að við eigum að, eða okkur til upplýstingar og til samræðu, þannig að þú ert að tala þið er að tala að koma ofan, þú veist, að þá er umræðilega fréttastofan og Kastljós þá einhvern veginn eitthvað sem gefur okkur upplýsingarnar, en ekki gefur okkur tæki til þess að... Meir en að gefa upplýsingar, það var náttúrulega sko eiginlega brjálæðislegt í COVID. Að þá leit fréttastofan á það sem hlutverk sitt að hemja almenning og svona skammta honum upplýsingar í svona, og það mátti eiginlega ekki verða of mikill órói því það samt voru þessi blaðamannafundir alltaf í beinni útsendingu, sko, það sem þríeyki kom. Sko. Það bara þríeyki kemur og messar. Já, en þau gáðu alltaf færi á spurningum. Jú, en tölu ekki bara, heldur þau voru með blaðamenn fyrir fram að sig. Það var samræða. Já, þau voru með blaðamenn fyrir fram að sig. Björn Ingi bara, viljinn bara rauk upp úr öllu. Björn Ingi á Viljónum. Hann var duglegur, hann vilji að spyrja. Hann stóð sér vel. Vilji Ríkisútvarpsins var að koma skilabóðum og þríeykið náttúrulega stjórnvald. Það var næstu sko fyrir ofan Ríkisútvarpsins. Það var mesta stjórnvald sem við haft á Íslandi. En hafði þó sko spyrla fyrir fram að sig. Jú, en þetta var fólk sem hafði völd, sem eru meiri völd heldur við nokkuð haft á Íslandi. Og þau héldu bara blaðamannafund, það mátti spyrja, bara Björn Ingi spurði einn á hverjum einasta degi við að koma einhverju sjónarmiðum í gegn. Fréttastofan kom fram og taldi að vera sitt hlutverk að koma þessum sjónarmiðum í gegn. Þannig að við vorum allt í einu mætt á móti bara svona mjög valdamiklu valdi og fréttastofu sem taldi að vera sitt hlutverk að koma því og hemja almenning. Þannig kannski fréttastofan að ríkisbatteri notað á neyðartímum, eins og bara ef það er neyðarástand að þegar að fólk á að yfirgefa heimili sín vegna hamfara, þetta eru almannavarnir þarna, og það eru mörguldi skiljanlegt einhvern veginn finnst mér, en svo kannski villóðsbrelana við ekki að svona neyðarástand bara framlengist svona og við gleymum að íta á... Það var kannski neyðarástand í 4 daga? Nei, þegar er eldsumbrot að tölum við Magnús Tuma. Já, þetta var í 2 ár og það var ekki neyðarástand alla daga, sko. En ertu þá að meina, Smári, að það þurfa að velja annarkvort eða, hvort að ríkismiðlinn ætlar að vera bara þessi framlenging, upplýsingaveita, almannavarnir, allt þetta, en þá kannski... Mér veist að fjölmiðlinn eigi að taka sjálfstætt mat, að meta það sem er sagt, tína til fleiri sjónarmið, og það er bara þeirra hlutverk að þannig að við mætum sem hlustendur og við erum svo sem að gera þetta leikokráði við samstöðuna. Ef að þessi lýsing mín á RÚV er rétt, þá mætir RÚV hann og allast þess að hlustendur komi og taki skilabóðunum á sannleikunum. Við mætum og segjum hér er vandamálið og vonumst til þess að hlustandi taki þátt í okkur að greina það, reyna að skilja það og þann sé raunverulega virkur þáttakandi í lýðræðislegu samfélagi. Það er ekki virkur þáttakandi í lýðræðislegu samfélagi sem að fær bara skilabóðum frá ríkisfjölmiðlum ríkisstefnuna. Nei. Það er bara við erum komin bara, hvað er þetta? Þetta er eitthvað svona mjúkur fasismi eða eitthvað? Það minnir mig á skilabóð margra viðmælenda minna á meðan þessu maraþóni hefur staðið að allt frá fyrstu viðmælendum til hinna síðustu hafa margir minna viðmælenda í lokaorðum beðið okkur að gæta þess að véfengja, spyrja róttækra spurninga, vera gagnrýnin, fljóta ekki með að sérstaða okkar og ábyrgð okkar felist í því að vera aldrei hluti af einhverjum autopilot straumi, heldur alltaf að spyrja. Og er það ekki bara veganestið okkar? Mér finnst þetta að vera svo mikilvægt að horfa á hlustandinn og áhorfandinn
hann sé þáttangandi í því að taka afstöðu til mála. Það er ekki allast þess að hann er bara einhverju sérfræðingar eða valdið eða eitthvað sem að finna lausningar og hann svo að velja hvort hann ætlar að fara í ESB eða ekki. Hann má bara taka þátt í því að skilja ESB og hvað það getur og við þolum líka hlutinni séu svolítið svona mörk í stundum og það sé ekki alltaf svona einfalt því það er í pólitíkinni allir að segja okkur að það er bara þessi lausn og allt annað er bara landráð og eitthvað svona eins og við erum í Bandaríkjunum. Nei, þess vegna sko við erum að segja á COVID-tímunum þá hafði ég sem persóna enga möguleika til að efast réttmæti þess sem að þríeykið var að gera. Ég bara hafði engin spil og hendi til að spila mótið. Ég bara byrjaði strax og segja byrju, þú varst að segja mér áðan að ef ég fengi bóluefnið að þá yrði ég ekki veikur. En núna ertu að segja mér að ég taki bóluefnið en ég verði veikur en ég verði bara minna veikur. En núna ertu að segja mér að ég verði kannski ekki minna veikur, ég get orðið bara mikið veikur en samt eigi að taka fleiri sprutur. Ég var bara að hugsa svona, ég var að hugsa, af hverju er þessi umræða ekki í gangi? Nei, þú, sko, það er bara náttúrulega, sko, lyfin sem voru notuð, þau höfðu ekkert verið prófuð jafn mikið og venjulega gert vegna neyðarástand sem var í heiminn. En þá er það bara þannig að við erum hérna með svona sem er ekki testað og ætlum að gera það og þá er eðlilegt að segja en hins vegar það var alltaf sagt. Þetta er svo við segjum bara Hafrannsóknastofnun. Hún kemur og segir, heyrðu, við verðum að hafa hérna kvóta og vegna þess að við ætlum að byggja hægt og bítandi upp stofninn í sjónum þannig að hann verði ekki 200.000 tonn, heldur 500.000 tonn. Og þetta mun taka okkur kannski svona 7-8 ár. Svo líða 7-8 ár og það er ennþá 200.000 tonn. Og svo líða sko 17 ár, svo líða 27 ár. Og má ég ekki segja, heyrðu, halló, þið eru alltaf að segja eitthvað og það stenst ekkert að þessu sem þið segið. Nei, það er bara samkomulaginn á þingi, í stjórnmálunum, í öllum fjölmjölum, það megi ekki gagnrýni Hafrannssonar veiðiráðgjöfina vegna þess að þá erum við á móti vísindunum. Nei, já. Víst er þetta svona? Já, það er ekki smáli. En þú fegst mikið hrós einmitt frá hérna sem þú ert að vísa í, sko. Ég heyrði einhver tala að hvernig þú hefði tekið viðtal við fréttastjóra RÚV og þú hefði, það var einhvern veginn svo góð lýsing að þú hefði einhvern veginn gert það af ákveðinni svona leyft honum að koma fram svona... Ég held sko, það er einmitt svona leið sem að ég hef verið að temja mér svona síðustu ára því að ég var einu sinni, þá var ég rosalega mikið svona reið og fylgdi mér svona fast í ákveði lið og hlustaði ekki á mótherjum mína og ég fyrir vikið þá einhvern veginn svona gengur ekki neitt og allir eru leiðir og það vill enginn vera vinur mannesku sem er alltaf reið og brjálið. Æ, var það svona? Nei, ég er aðeins að ekki, ég er aðeins að dramatísera þetta. En kill them with kindness. En það sem mér hefur, sko, ég hef lært á þessu, er að hlusta og líka, sko, mér langar alltaf svo að skilja. Og sérstaklega fólk sem ég er mjög ósammála og mér þykir kannski bara vera að segja tómavitleysu þá legg ég mig alveg ekstra fram við að svona, sjá það var einhver að lýsa þessari aðferð að þú hefur eiginlega bara verið kurteis, sko, en spurt alltaf ítrekað aftur og aftur að því sem var svona skrítið og bara spurt á aftur og aftur og aftur sem náttúrulega mitt gefur hlustundu þá eiginlega verður svolítið leikrit þar sem maður heyrir þá svarið í svolítið nýju ljósi. En ég held að þetta hafi líka með það að gera að vera á einhvers konar rófi og þurfa að fá svolítið svona beinar upplýsingar til þess að skilja hlutina og mér finnst mjög erfitt að fá svona flækir. Áður fyrir nota ég þetta þannig að segja er þetta svarið þitt? Já, alveg ákveðin í því. Þú það. En það sko, ég vissi að vara svona á hálum ís með þetta. En heyrðu, við verðum að fara, það er fullt úr þessum, en ég þakka ykkur fyrir. Sömuleiðis takk. Björn, Oddný og Marja Lilja. Það er reyndar eitt sem að þið með ekki fara vegna þess að þegar við erum búið með þáttinn, þá kemur hann í lokin, hann Brynjar Karl, körfuboltaþjálfari. Ætlar að messi yfir og? Hann ætlar að, Vorum við ekki beðin að öskra? Hann ætlar að taka hálfleiksræðu. Hann ætlar að leikgreina leikmenn samstöðurinnar. Við þurfum að finna svitaböndum. Við þurfum smá peppir, því svo höldum við bara áfram með dagskrá hérna. Svo heldur áfram, þetta er ekki ára búið. Kemur svo í... Við erum að fara að hleypa nýjum gestum. Ég var að segja fólkinu sem er að horfa og hlusta á okkur hvenar marathónútsendingu samstöðurinnar líkur sirka í dag. Ertu ekki með? Krummi er búinn. Og það er klukkan hvað? Krummi Björgvinsson kemur síðast. Eða 70
2 tíma. 36 tíma. Ok, herðu smá pása, svo koma nýju gestir. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. leigjendasamtökin.is. Við höldum áfram hérna í svona Egils á þessum sunnudegi og í málþófi samstöðarinnar, Maraþon málþófi. Til okkar að konu nýju gestir, Steingerður Steinarsdóttir, Mörður Árnason og Bryndís Haraldsdóttir. Þú ferð úr einu málþófinu í annað. Já, ég er að verða æfð í þessu, þannig að ég er bara komin hér að leysa ykkur af, ég skal tala. Já, þú er búin að tala mikið í málþófinu. Sko, ég er búin að halda 20 ræður í veiðigjöldunum. Já, ég segi að það sé mikið og ég hef viðurkennt það að þarna hef ég tekið þátt í málþófi. Það hef ég aldrei gert áður og ekki heldur fyrir á þessu þingi. Það er svona eins og stjórnarliðar hafa gjarnan vilja mála það upp að við Sjálfstæðisflokknum og minnihlutinn hafum einhvern veginn verið í málþófi allt þetta þing. Svo er ekki. Nei, en þetta er málþóf. Ég viðurkenni það, þetta er málþóf. Okkur finnst þetta frumvarp eins og það liggur fyrir þinginu vont. Það er óskýrt, það er ógagnsætt, það er illa unnið. Og það sem verst er að það hefur ekki verið unnið nógu vel í þinginu. Það tók allt og langan tíma. Það er loksins núna sem að skatturinn fekk að mæta á fund og allir nefndamenn, hvaða flokki sem sætu, fengur raunverulega að sjá ofan í talnagrunnin. Og það eru risastór mistök sem að meiri hluti þings gerði þegar þeir neituðu gestakomur. Það voru þeir svona að stoppa hvað lýðræðislegt ferli sem þarf að eiga sér stað á þinginu. Þannig að já, við höfum mjög margt við þetta mála að tuga. Já, en sko, mér heyri samt sko þegar ég er að tala, ég var að reyna að fá sko aðra þingmenn og þá hérna heyrist mér að staðan sé svo viðkvæm. Að það gæti bara sko, ef einhver segir of mikið eða eitthvað starf, það gæti hleypt öll í Pál og Brand sem kannski er að renna saman. Já, ég vil meina það að staðan í þinghúsinu hefur verið ofboðslega slæm á undanförnum dögum. Hún er aðeins að léttast og það er ljóst að þingflokksformenn sitja á löngum fundum og það er verið að reyna að ná utanum málið. Og þess vegna kannski vill fólk auðvitað tala varlega og það er bara eðlilegt og við eigum að bera virðingu fyrir því ferli sem er í gangi. Þetta er bara hluti af þinglokum, hefur alltaf verið og mun líklega alltaf verða. Já, samt er þetta meira núna. Mér finnst þetta að vera þetta stóra mál sem hinn eru búin að segja við ætlum að ná í gegn. Já, sko ég segi það, nú er ég búin að vera á þingi síðan 2006, það myndi vera 9 ár. Mér finnst þetta mesti hnúturinn sem ég hef upplifað á þessum tíma en mér finnst það líka svolítið mikið málað upp í fjölmiðlum að það sé bara veiðigjöldin og mér finnst það hafa verið svona markmið stjórnarmeirihlutans í rauninni allt þetta þing að mála okkur upp í það. Það er einfaldlega það mál sem var komið í aðra umræðu sem við gerum mikla athugasemdir við. En inn í þinginu eru fleiri mjög stór mál sem við gerum mjög miklar athugasemdir við. Þannig að auðvitað er mjög vonandi að það sé einhvern veginn hægt að ná utanum þetta og við skulum líka muna það að það er bara gömul saga og ný og hefur mjög oft gerst að ríkisstjórnir þurfa að koma með mál aftur inn í þingið. Þau þurfa ákveðin tíma til að meltast, til að vinnast betur, til að slípast. Það gerðist oft á síðasta kjörtímabili þegar ég var í meirihluta. Mörg mjög góð mál sem tóku langan tíma að fara í gegn. Ég ætla að nefna útlendingamáli, ég ætla að nefna lögreglulög og þau voru mun fleiri. Þannig að það er ekkert óeðlilegt í það þó að ríkisstjórnin dragi einhver mál tilbaka núna og kom bara með þau aftur í haust. Þá kannski betur unnin og þá er svona búið að tappa af ákveðnu ferli.
Sjáum hvað setur. En Mörður, þú tókst þú þátt í málþófi þegar þú varst þingmaður? Já, ég þekki ágætlega þetta sem hún að lýsa, bæði sem gerandi og þolandi. Það var að vísu að öðruvísi þegar ég var gerandi, þegar við sem sé gegn ríkisstjórn Davíðs og Halldórs, af því að þá voru aðra reglur. Og þær voru þannig að umræður enduðu. Það var gert ráð fyrir umræður enduðu. Það var engin takmark á ræðutíma, en það voru takmark á ræðufjölda. Þannig að þegar menn voru búnir að halda, mann ekki hvort voru 2 eða 3 ræður í annarri og þriðju umferð, þá voru þið gældir, þá gátu þeir ekki sem búin. Þannig að smám saman þá kláruðu þess menn og þá var ekki hægt að halda áfram, þannig að það var endir. Svo var gerð breyting, 2007 held ég, að mínum viti mjög slæm. Þá ætlaði þingmenn báðu með við að koma á skynsamlegu vinnubröðum og breyta þessi núverandi orð. Þannig að þeir settu sem sé vissulega tímatakmark á ræðurnar en þannig að lítill hópur þingmanna getur haldið endalaust áfram. Þetta var náttúrulega bara, ég var ekki inn á þinginu þá, ég hristi hausið yfir og ég held að við sem hristum hausinn hafi nú haft rétt fyrir okkur. Stengur mjög þeir einn á þeim. Þetta er náttúrulega sko, nú verður að segja það, einmitt að því að verið báði með við þetta borð. Að þetta stafar auðvitað því að það þarf jafnvægi á milli stjórnar og stjórnarandstöðu á þinginu. Þingið er sjálfstætt, það er ekki verkfæri ríkisstjórnarinnar og verður að hafa sinn frið. Og eftir hrun, þau ár sem ég var á þinginu eftir hrun, og þá fannst mér þingið vera svona burðugra að þessu leyti, ekki bara stjórnarandstaðan, þetta líka stjórnarliðar, sem ég var þá einn af. En þetta sem núna er að gerast á þinginu og Bryndís er hluti af, og við höfum verið að horfa upp á hérna undanfæri, þetta bara gengur ekki, þetta er bara rugl, þetta er della. Það er meirihluti eftir kosningar. Núna er það góður meirihluti, það er ekki tæpur, þetta er ekki minnihluti, þetta er ekki einhver svona stjórn og hún bara sá meirihluti hefur rétt af að koma sínum málum í gegn. En býttu eftir að meina þá við eigum ekkert að tala eða? Nei, alls ekki. Ég er að segja að stjórnarandstaðan á ekki og stór eða lítill hópur á ekki að hafa rétt til þess að stöðva mál alveg endalaust. En það sem við gerðum í hinu systeminu var það að við gátum tafið mál, við gátum settið í vandræði, búið okkur til samningsstöðu og það er ekkit óeðlilegt að það sé með einhverjum hætti, en þetta er bara rugl. Þetta er þannig að þeir sem taka þátt í þessu, ég kannast þetta líka, þetta var eiginlega, stundum var þetta svona hetjulegt, að maður stóð heilu næturnar og var að tala og þetta var flott og stundum var þetta bara niðurlægjandi. Stundum skammaðist maður fyrir að vera að taka þátt í þessu. Þetta er enda svolítið langt síðan, 2015. Há segir Bjarni Benediktsson, óskaplega skýrt meirihluti ræður. Þannig að það er alveg, eftir hvori með við borðið fólk er, Já, algjörlega. Og ég hef, eins og ég segi, núna er ég fyrsta skiptið að taka þátt í málþófi, eða hef verið, ég veit ekki hvort að það mun halda áfram eða hvað, en ég hef líka vaktað málþóf, útlendingamálin í tvígang allavega. Og ég viðurkenni það alveg, þegar ég kom inn á þing 2016, kom inn úr sveitarstjórn, mér fannst það svakalega skrítið. Ég sagði mitt fólk, erum við ekki meirihluta? Ráðum þessu ekki? Akkur þurfum við að semja um þetta? Akkur þarf að draga þetta tilbaka? Akkur þarf að koma með þetta aftur? Þannig að mér fannst það mjög skrítið, en svoleiðis virkar þingið og ég hef alveg lært að meta það út frá lýðræðislegum forsendum. Auðvitað ræður meirihluti. Meirihlutin hefur dagskrárvaldið, forseti hefur dagskrárvaldið og endanum fara hlutir í atkvæðagreiðslu og þá ræður meirihluti. Aftur á móti þegar við erum að horfa til svona norrænna þinga þar sem við segjum, þetta er óhefð hér á Íslandi að þessi málþóf, ég get alveg tekið undir það. Ég myndi mjög gjarna vilja taka upp mikið af vinnubrögðunum á norrænum þingum og þekki það sæmilega, er mikið í Norðurlandaráði og ræði þetta oft við mína kollega þar. En þá eru vinnubrögðin líka öðruvísi svolítið frá byrjun. Það er oft meiri kynning á þeim málum sem er að fara, það er meiri samtal og nefndir eru raunverulegu vettvangur samningaviðræða. Og það held ég að væri gott og það ætti að geta gerst. Fer þessi ríkisstjórn fastar fram heldur en svona þekkt áður? Frá bara upphafi þá er hvert máli á fætur öðru þar sem þessi ríkisstjórn hefur ætlað að breyta ákveðnum leikreglum, breyta því hvernig unnið er. Við getum bara, fyrsta máli er til dæmis, hvað heitir þetta nú? Mörður þú hjálpa mig við það, skráin sem að þau ætla að leggja fram á þinginu? Þingmálaskráin. Þingmálaskráin, til dæmis, sem átt að geta trúnaðar og þetta er sent á þingmenn og kemur fram í eldhúsdagsumræðum. Þau byrjuðu að halda blaðamannafund.
Þetta bara svona eitt. Og hvert tækifæri á fætur öðrum hafa þau vilja stíga mjög fast fram með því að segja, heyrðu, við erum meirihluti, svolítið eins og Móri segir, við erum bara nýkosin, við höfum bara mikið meirihluta og við höfum bara ráð þessu. Eins og Bjarni sagði. Eins og Bjarni sagði þarna, ég veit ekki í hvaða samhengi það er. Nei, þetta er það, já. En ég ætla líka að segja að Bjarni Benediktsson kendi mér það eftir ég kom inn á þing með honum að hann bar ofboðslega mikla virðingu fyrir þinginu og þinglegri meðferð. Og það gerði Katrín Jakobsdóttir líka og ég minnist þess oft að fréttamenn hafi verið með mikrofóninn framan í þau og sagt, heyrðu, hver verður aldrei þessa máls? Og þau hefur sagt, heyrðu, nú er ég búin að skila málinn af mér, það er í þinginu og það er í þinglegri meðferð. Og þetta er svolítið sem að ráðherra þessara ríkisstjórnar hafa svolítið mikið runnið á svellunu einhvern veginn með að tjá sig við fjölmiðla þegar málið er í þinglegri meðferð og sagt, nei, hér verður ekkert gefið eftir, við ætlum að klára þetta mál og svo framvegis. Og gert lítið úr málflutningi annarra. Gert lítið úr málflutningi annarra og með því gert lítið úr þessu mikilvæga lýðræðislega samtali sem á að eiga sér staðinn á þinginu og sérstaklega í nefndum þingsins, þar sem að ég held að Mörður hljóta að taka undir með mér að er svona lykillinn að því hvernig mál er unnin. Það er hlusta á sjónarmið, bæði frá meiri og minni hluta, en líka bara hagsmunaaðilum og þeim sem koma fyrir nefndina og þar myndast oft góð sáttu máli. Það þýðir ekki endilega allir séu sammála og allir séu á grænatakkanum, en ef að málin eru unnin vel inn í nefndum, þá yfirleitt eiga þau sér svona farsæla leið í gegnum þingi. Við verðum það er... Margt til þessu, Bryndís, það sem ég skil samt ekki var þetta. Þegar ég, eins og ég man eftir þessu í þessari lýðræðislegu baráttu okkar, að þá var þetta þó þannig, stundum var þetta þannig að málin voru það vond að þau urðu að batna og stundum batnuðu þið einmitt við þetta. Sem er eins og veiðigjaldið? Nei, þú talar um veiðigjaldið, ég ætla ekki að tala um það. Okay. En sko, það sem maður hugsaði á hverjum degi í þessu var þetta, býtum við, erum við að gera rétt? Erum við að hjálpa málinu? Hvað segir fólkið? Hvað segir almenningur og hvað segja þeir hópar sem við erum kannski að tala við sérstaklega um þetta? Og maður mat svona frá degi til dags þetta, hvernig eigum við að hafa okkur? Við getum auðvitað ekki haldið endalaust áfram, við getum ekki misboðið þinginu og starfi okkar og svo framvegis. Og ég horfa á ykkur þarna með veiðigjaldinu og fleiri málfársmálum því að þeir eru vera meira og minna í málfárum í marga mánuði. Það er algjörlega rátt. Og svo sér maður þetta veiðigjaldið. Já, það eru sko 62, 65 og 63% sem að styðja ríkisstjórninni í veiðigjaldsmálinu. Það eru engir áberandi hópar nema útgerðarauðvaldið, þannig að noti orðafæri Einars Valgeirssonar og Mogginn. Þú þarf ekki að afsaka það hér, Mörður minn. Sem að styðja þessara þrjá flokka í þessu og þeir eru ekki einu svona að styðjast við massífa meirihluta sinna eigin kjósenda. Þannig að maður spyr, af hverju eru það þessu? Eru það einhverjir, hafa peningakallarnir eitthvað á þá? Eiga þeir þá? Af hverju eru það þessu? Eðlilegast væri bara að segja, bara stopp, nú semjum við um þetta, hleypum veiðigjaldinu í gegn og höldum áfram og skoðum okkur sjálf. Hvernig lítum við út fyrir gagnvart þjóðinni? Þetta er svolítið stórt, en við verðum hérna... taka sumir ekki þátt. Við verðum steingerðin hérna líka. Ég fer ekki haldið fram að ég sé þetta undir útgerðina, þú veist, ég kemur litla Mosesbæ, sko. Svo horfum maður yfir þinglið og séu þetta, það eru sumir búin að halda 20 ræður og aðri 40. Sumir hafa bara haldið 1 eða 2, sumir enga. Ég tek eftir því til dæmis að Halla Hrundi í Framsóknarflokknum, ég held að hún hafa haldið 1 ræðu við. Já, og svo erum búin að vera í útlandi. Þórdís Kolbrún, hún tekur ekki þátt í þessu. Þannig að það eru svona þingmenn sem að gæta virðingar sinnar og eru bara ekki með í þessu, láta ekki á því bera. Ef maður sér það alveg á listanum að þeir bara segja nei. Það snýst fyrst og fremst að þingmenn hafi verið í útlöndum. En leiður stengir aðeins að koma í þetta. Ég hef nú reyndar ekki tekið þátt í málþófi en ég hef örugglega oft talað lengur heldur en áheyrendur mínir hafa endilega kært suðum. Og það kannski hendir okkur alla. En hins vegar þá verð ég að segja að ég tek svolítið undir með Merði að mér finnst þessi aðferð sem notuð bara hvorki skynsamlega né skilvirk og ég held að
bara allur almenningur sé sammála það og ég hef náttúrulega ekki rýnt ofan í allar tölur í þessu veiðigjaldafrumvarpi en við allavega sem búum hérna í landinu og erum bara venjulegt fólk, við erum þess fullviss að útgerðin getur gert betur heldur en hún hefur gert í veiðigjöldum og allar kvartanir sem ég hef heyrt frá útgerðinni snúast að nú þurfið þeir að fresta fjárfestingum og bara fyrirgefðu, mér finnst það bara ekkert vera neitt ofboðslegt stór mál þó að einhver útgerð þurfi að fjárfesta ögn minna í einhverjum vélum og tækjum eða við endurnýjum einhver skip eftir eitthvað 2, 3, 4, 5 árum seinna heldur en annars hefði verið gert. Og maðurinn minn nú sjómaður og búinn að starfa í útgerð í vel yfir 30 ár og við fiskvinnslu alls konar frá því hann var 17 ára gamall og hann bara hristir höfuðið yfir þessu bara og spyr sko what's the beef? Bara hvað snýst þetta? Þetta eru smáaurar. Smáaurar. Þetta er 70-80% hækkun á veiðigjöldum á einu bretti. Já. Hvaða atvinnuvegur haldið að geti staðið undir? Sjávarútvegurinn. 70-80%. Fólk að segja það Bryndís. Ég ganga í lið með þér, þú mátt ekki vera einn í þessu. Það hefur verið bent á það að sjávarútvegurinn hefur fullt efni á þessu. Hann með 2-falt meiri hagnað heldur en almenn atvinnustarfsemi í landinu. EBITDA er hærri en arðsemi eigin fjár það ekki? Arðsemi eigin fjár bara, já, það hvernig mæleining sem oft hort á þegar mikið fjárfestingar liggja undir. Nei, það sem eigandi leggur fram, það kemur ekkert við rekstri fyrirtækisins. Það bara hvernig þú ert að líta á það hvort það sé arðsemi í því að hvernig eigandi féð sem eigandi leggur til. Það er í rekstrinum að þá eru þeir að skila helmikið meir og ástæðan er svo að þeir fá næstu því ókeypis hráefni og það heitir auðlindarenta og það er eign sem almenningur á og almenningur á að innheimta hluta af eign sinni. En viltu þá kannski útskýra fyrir fólki hvað auðlindarentan er? Og kannski manst eftir svari forsætisráðherra hér í vikunni þegar hún einmitt svaraði því að þetta væri bara mjög huglegt mat og það er í rauninni búið að hrekja þessi rök sem voru fyrir málum af auðlindarentu. Auðlindarenta er þannig að þú berð saman rekstur á fyrirtækjum og svo ertu með fyrirtæki sem nýtur auðlindir. Getur verið álverið fyrir austan eða getur verið Samherji. Þá getur þú borið saman með svona eðlileg rekstrakostnaður sem í venjulegu fyrirtæki, svo kemur auka hagur inn í þessi fyrirtæki og það er kallað auðlindarenta og það er það sem almenningur á og það er eðlilegt að almenningur fái það. Við ættum að vera að deila hér hvort almenningur ætti að taka 80% af þessu eða kannski vill einhver halda því fram 50-50. Nú er þetta þannig að almenningur fær kannski svona 10-12% af þessu. Veiðigjöldin eru 33%. Það er ekki út af útreikningi á auðlindarentu, heldur er það út í bókhaldinu þar sem er búið að nota allar bókhaldsbrellur sem hægt er til þess að flytja hagnað út úr landi yfir í fyrirtæki erlendis og með öðrum hætti. Þetta er óhæf leið til þess að þetta er raun og veru eins og Indriði G. Þorláksson hefur brent á. Mjög mættur. Mjög væg aðgerð. Mín skoðun svo hefur verið lengi að þetta er að vera 100%. Það er verið að kaupa aðgang af auðlind og af hverju á að slá af henni. Þá var það 100% og verðið, það er mjög einföld aðferð til að finna út verðið. Hún er með aðferðum kapitalisman sem er uppboð. Sem sé bjóðið upp, þeir sem er náttúrulega með alls konar rammum og svo framsæðanvis og þá kemur í ljós hvað þetta kostar í raun og veru. Og þá er engin deil það hvort þetta er skattur eða ekki, þetta er bara, það verið að kaupa aðföng til rekstrarins. Aðföngin felast í aðgangi. Svo líka að segja, ef þú vilt ekki kaupa þessu verði, þá kannski ég kaupi bara einhver annar. Já, grátt. Þetta er rosa tjafsök að breyta svona mikið bara svona. Þetta er ekki mikið, það er eftir mér Indriða. Þá er kannski verið að tala að auðlindarentan, þetta veiðigjöld þessi hlutfall auðlindarentu er kannski að fara úr einhverju svona 13% upp í 18% eitthvað. En sko það sem þið eru hér að tala, þú veist af 50. En það sem þið eru að tala fyrir hér er bara breyting á fiskveiðistjórnarkerfi Íslendinga. Nei. Jú, ég meina það sem þú ert að tala fyrir hér er bara algjör breyting á því. Nei, fiskveiðistjórnarkerfi. Jú, það er það auðvitað. Fiskveiðistjórnarkerfi er úthlutun kvóta. Já. Það er spurningu hvernig á að innheimta gjald fyrir það sem er breyting. En sko, þið eru aðeins að hafa inn í þessari mynd og nú ætla ég ekki að segja að mögulega geti útgerðin greitt meiri skatta.
Skattsporið þeirra reynda mjög hátt og við getum alveg rifist hvort þessi 33% sé rétt tala eða ætti að vera eitthvað aðeins meira. Það sem verið að leggja hér til samkvæmt þeim sem leggja fram frumvarpið 70-80% hækkun á veiðigjaldi á einu bretti. Það reynda að reiknast mismunandi út ef þú fer að horfa á kíló af þorski og kíló ís og hvernig það leggst. Í sumum tilfellum það meira en það. En ef við látum það allt liggja milli hluta, þá þurfum við samt að muna það. Á Íslandi rekinn mjög hagkvæmur sjávarútvegur. Á Íslandi greiðir sjávarútvegur umtalsvert fjármagn til ríkisins. Hvernig er það sé hagkvæmur? Akkur ég segi hann sé hagkvæmur, vegna þess að skattspor þessar greinar gríðarleg. Skattspor meinar það sem að ætla að telja Samherja til hvar heldur þessi greitt veiðigjöld eins og þú ert að lýsa sem eru 70-80%? Skattspor einhver leikur þar sem að þú ert að eigna Þorsteini Má í Samherja að hann eigi skatti sem að starfsfólki borgar. Nei, ég meina, já, ok, en hérna fyrir maður yfir það, þú ert að tala að við eigum að taka til 80-90-100% auðlindarentu. Hvar í heiminum rekinn hagkvæmari og betri sjávarútvegur sem skilar meiru til samfélagsins, til fólki sem býr í landinu? Ég get bent á til dæmis í Noregi. Í Noregi? Það eru engin veiðigjöld. Hefurðu ferðast upp í strendur Noregs? Ég ferðast svolítið Noreg, ég þekki ágætt í Noreg. Það ekkert veiðigjald til dæmis. Það ekkert veiðigjald á útveg. Þú spyrir fyrir samfélagið. Það sem að gerist í Noregi að bátarnir koma að bryggju og þeir landa í sínu heimabæ. Það kemur ykkur úr vélsmiðunni, það kemur ykkur netavestaðinn og þau kaupa kostinanna. Arðurinn af auðlindin hríslast samfélagið. Og það sorglegt fyrir Íslendinga að ferðast upp eftir vesturströnd Noregs. Því þar kemur maður inn á bæi sem að líti út eins og Akranes gæti litið út ef að kvótinn hefði ekki verið, einhverju kvótakallin hefði ekki bara selt hann úr bænum. Þá kemur maður inn í bæi sem að líti út eins og Þingeyri gæti litið út ef að kvótinn hefði ekki verið seldur. Þá sér maður hvernig sjávarbyggði geti litið út ef að kvótinn hefði ekki verið tekin af íbúum. Þannig nýtist auðlindin til þess að byggja góð samfélög. Já, hún gerir það líka á Íslandi. Þú kemur hér í mjög öflug samfélög sem eru fyrst og fremst nákvæmlega það sem þú ert að lýsa hérna netagerðamaðurinn og þetta bara aðeins út af málþróuninni. Það sem ég hef verið að vísa í eru umsagnir frá sveitarfélögum. Það eru umsagnir frá sveitarfélögum þar sem kjörnir fulltrúar í sveitarfélögunum hafa verulegar áhyggjur af þeim álögum sem að ríkisstjórnin hyggst leggja á sjávarútveginn. Var einn ágæta auglýsing, norska auglýsingin og það var gaman að henni vegna þess að hún er náttúrulega eitthvað versta auglýsingaflopp í sögunni, í pólitískri auglýsingasögu og sérstaklega vegna viðbragðana. Af því að viðbröðin voru þau að einmitt þau sveitarfélög sem ekki eru öflug, sveitarfélögin sem mistu gögguna, sveitarfélögin sem fóru í kaf vegna þess að útgerðarmennirnir bara, erfingjar útgerðarmennina fóru bara til Reykjavíkur eða til Hamborgar eða til Teni eða hvað það var með allan auðinn. Og skildu plássið eftir í drullu. Og hvað segja, og hverjir eru svo þess að koma álitsgerðir frá þeim sveitarstjórnum? Áliti sveitarstjórnarmanna, ég get nú ekki því miður ekki gert mjög mikið með það. Það er sveitarfélag eftir sveitarfélag þannig eru svona company towns þar sem að ein útgerðin á fiskvinnsluna útgerðin og fiskvinnsluna eiga meira að minna allt annað í sveitinni og þar með sveitarstjórnarmenn. Við sáum þetta í torginu Þú er ekki trú á lýðræðinu þarna út landa. Við sáum þetta áslag í torginu á RÚV. Hagsmunirnir liggja svona. Þannig að við skulum bara vitna í útgerðarliðið sjálft og ekki í einhverja sekundær og tertíjar liðið frá þeim. Já, þannig lítið auðvitað alls ekki á kjörna fulltrúa landið allt í sveitarstjórnum, skilur. Nú Ég er bara að tala sem maður sem lítið mál og hefur fullkominn frelsi til að segja sem Algjörlega, þú hefur það. Ég veit að þú hefur það ekki en þú ert að reyna að pressa Ef ég ekki frelsi til að segja það sem við. Ef ég gerir lítið með álit þessara öflugu sveitarstjórna þína þá er ég á móti lýðræðinu í sveitarstjórnum. Men mér fannst þú tala þannig þegar þú segir að það gefur ekkert fyrir einhverja kjörna fulltrúa í sveitarfélagi því þau séu einhvern veginn undir. Þú sagt þetta við kollegaðina, þú getur ekki sagt það við mig. Ég veit alveg hvernig þetta gengur. Ég hef fullt frelsi til að segja líka það sem mér finnst, en við skulum hægt að rífast hérna og hlaupa þriðjumælendunum að. Þú notar þetta ekki sem eitthvað. Þú notar hvernig þetta er.
skulum að hérna, við erum eiginlega bara að fara að taka þetta mál. Ég myndi vilja sá lista yfir þessar umsagnir eftir því hvaða flokkar þetta eru sem er í þessu sveitarstjórnum. Já, þú getur bara... Þú getur bara tekið það saman, þetta liggur allt opið fyrir á... Akkur er ekki eitthvað búin að gera það. Þetta er meira og minna skilaboð sjálfstæðisfólks og framsóknarfólks til sína eigin þingflokka. Það er væntanlega sterkust í þessum sveitarfélögum, já. Sjálfstæðisflokkurinn er vissulega sterkur landið allt, en þarna er fólk úr öllum flokkum sem er að taka undir þessar umsagnir og þetta eru raunverulegar áhyggjur, enda létu samtök sjávarútvegs sveitarfélaga vinna fyrir sig greiningu á áhrifunum. Þær hafa ekki ennþá verið ræktar. Enda hafa útgerðarfélögin hótað ekki bara að draga úr fjárfestingum, heldur líka hótað að bara yfirgefa plássinu. Hvað segja sveitarstjórnarmenn þá? Hvað geta þeir sagt? Þeir eru þetta ábyrgir fyrir öllu, þeir eru ábyrgir fyrir fólkinu sem er að vinna, ábyrgir fyrir börnunum, skólanum sem er að vera. Flatir í dæmi. Þeir leggja undir þessu fylkingi. Léttara hjal. Léttara og þá förum við bara yfir í Hvítahúsið, sko. Já, og það er léttara. Ég verð nú að viðurkenna að það hvílir miklu þyngra á mér það sem er að gerast í Hvítahúsinu heldur en nokkuð tíman. Já, getur orðið lengra alvarlega afleiðingar. Já, og bara hvað það er ofboðslegt rugl sem að þar er í gangi. Og ófyrirsjáanleiki og óöryggi og maður er eiginlega bara miður sín yfir því, maður bara bíður eftir því og ég held að flestum líði í dag bara eins og við sitjum á púðurtunnu og við séum bara bíða eftir því að ósköpin dynji yfir og sérstaklega núna eftir þessar árásir Ísraelsmanna yfir á Líbanon og við bara bíðum eftir því að þeir fari að nota sín kjarnorkuvopn. Að þetta er bara svo skelfilegt. Já, þetta er það og allt þetta í kringum þetta. Bara til þess að sá við fréttir í gær, sko, Gaza þegar var verið að skjóta fólki niður sem var að koma í vonum að fá mat til að borða. Þetta er allt þetta. Já, og það líka að Ísraelsmenn hleypa ekki alþjóðlegum hjálparsamtökum þarna inn á svæði. Þetta er algjörlega, sko, hefur bara varla gerst í sögunni áður að alþjóðleg hlutlaus hjálparsamtök þau fá ekki aðgang að neyðarsvæði. Og hleypi ekki hjálpargögnum inn einu sinni ekki. Nei, nákvæmlega. En hvað segir sjálfstæðisflokkurinn? Ég veit ekki með sjálfstæðisflokkinn en sko, út af því að þú byrjar að tala hér um Hvítahúsið og ég er engin aðdáandi Trumps og það er margt sem hann segir sem fyrir alveg afspyrnu mikið í taugarnar á mér og mér finnst rangt og út frá öllum forsendum. Mér finnst nú mjög rangt þegar hann byrjaði hér í rauninni að ráðast gegn frjálsum viðskiptum sem að ég held að skipta máli. Ég var nú reyndar skal ég alveg viðurkenna, ég var nú bara ánægð þegar hann svona skammaði bæði Írani og Ísraelsmenn. Það mátti alveg og það er held ég mjög mikilvægt að sko þau vakti Ísraelsmenn í sinni hervæðingu. En að því sögðu ef við erum að tala um svona alþjóðamála þá er það auðvitað miklu stærri átök og mál heldur en við erum eitthvað að rífast eitthvað veiðigjald upp á Íslandi, sko. Það er náttúrulega bara einhver lúxusvandamál. Og það sem að ég auðvitað óbúslega miklar áhyggjur af er bara það að við lifum ekki lengur á friðartímum. Við höfum á síðustu áratugum lifað bara ofboðslega góða tíma, friðartíma, þar sem að maður hafði raunverulega einhvern veginn trú. Já, eigum við allavega að segja á svona Vesturlöndum að svona líkt þenkjandi ríki gætu staðið saman gegn brotum á mannréttindum og staðið með alþjóðalögum og virt landamæri og þess aftar. Og svo sjáum við þetta Rússa hunsa þetta með öllu, íta öllu til hliðar, allt sem var búið að vera að reyna að fjárfesta í með einhvers konar samskiptum, hvort sem voru viðskiptaleg, menningarleg eða diplomatísk. Og Vesturlönd voru hann að treysta Rússum. Vesturlönd voru farin að treysta Rússum, Þjóðverjar keyptu bara gas hægri vinstri af Rússum og svo ráðast þeir með þessum hræðilega hætti inn í Úkraínu. Það stríðir enn í fullum gangi. Ofan að bætist þessar hörmungar allar í Mið-Austurlöndum og þar er algjör púðurtunna undir, sko. Fyrst var þetta Ísrael og Palestína sem að var nú nógu slæmt með sína langu og miklu sögu en þegar Íran
og Líbanon hérna bætist inn í þetta og þá teiknast upp þessi heimsmynd. Við erum með Rússa, við erum í Írani. Íran hefur náttúrulega verið að styðja hryðjuverkasamtök sko, eins og Hezbollah og hérna Hamas og þetta lið. Ég meina, svo eru þetta með Kínverja sem að einhverju leyti þegja en kaupa samt vörur af þessum aðilum og fjármagna þá á endanum sko þetta. Þannig að þetta eru þetta heimsmynd sem ég óttast mjög vel. Og selja þeim hergögn eins og þeir hafa gert, Kínverjar. Þannig að þeir eru aldeilis hluti af þessu. En svo bara það sem að virðist vera, og það eitt af því sem ég svo miklar áhyggjur af, það að við erum að fjarlægjast allar þessar hugsjónir sem að spruttu upp eftir seinna stríð og Sameinuðu þjóðirnar eru byggðar á. Þessar hugsjónir mannréttindi, þessar hugsjónir frelsi, þessar hugsjónir virðingu þjóða í milli og þetta eins og þetta sé alltaf leysast upp. Og það finnst mér skelfilegasta tilhugsunin að ef að Rússar komast upp með það sem að þeir hafa gert, að ráðast inn í Úkraínu með þessum hætti og þeir fá síðan einhverja friðarsamninga þar sem er tekin stór hluti af Úkraínu og settur undir þá. Og ef að Ísraelsmenn komast upp með það að hreinlega útrýma Palestínumönnum, þá sitjum við uppi með það að hvaða tryggingu höfum við fyrir því að aðrar þjóðir virði þessi lög? Hvaða tryggingu höfum við þá fyrir því að það ráðist ekki bara einhver hingað inn eða inn í Þýskaland næst eða inn í Danmörku? Vegna þess að þá erum við komið þau fordæmi að ef að þú ert með leiðtoga sem bara vill nógu mikið, fá einhvern bita af nágranna ríkinu sínu, að þá bara fer hann á stað og sækir það. Hunsar bara alþjóðareglur. Já. Mörður, þú ert með þessu. Já, ég bara tek undir þetta. Það er hérna, man ekki hvaðan það var einhver blaðamaður eða álitsgjafi sem ég las, kona, sem sagði sko, þegar maður lítur í kringu sig í heiminum, þá er ekki hægt annað en að fylla svartsýni. En til þess að komast af frá degi til dags, þá verður maður að vera bjartsýnn. Þannig að ég hef valið mér það að vera sko bjartsýnn nýhilisti. Vera sem sé þrátt fyrir allan eðlilegan bölmóð og svartsýni, að þá verður maður að líta á hérna, hvernig var ekki Póni Gvænar hann líta á hérna björtur hlið sem blasir ekki við. Og það er það sem ég reynir frá degi til dags. Maður er svona ég byrja daginn ofta að fara í síman og opna fyrir Guardian og Mondin sem eru svona blöðin sem ég les, erlendu fréttirnar og ég var hættur því á tímabili. Þetta var allt bara, maður bara fekk alltaf guðsundar á kjaftsökið framan í sig. Það sem maður hefur kannski áhyggjað tekandi þetta með þessi gildi, maður getur verið kínískur og krítískur, en það var auðvitað eftir seinna stríð, það er alveg rétt að það voru ákveðin gildi sem Sameinuðu þjóðirnar og samstarf þjóða byggðist á og þau eru eins og að digna og það sem meira er sko að alþjóðalög, alþjóðaréttur er einskis virði. Þegar Trump bombardar Íran, þá er hann að ganga í fullkomin berhögg við alþjóðareglur og svo horfum maður á þýska kanslaran og Keir Blair Starmer í Bretlandi segja já þetta var eins gott að þið gerðu þetta fyrir okkur sem sé þeir bara leggja blessun sína yfir þetta brot af alþjóðalögum. Það má finna alls konar fordæmi þess að þetta er svona og alþjóðalög er að vera minna og minna virði. Nú réttarríkið til dæmis í Ameríku, fréttirnar af Hæstarétti núna og lýðræðis hugsjónin eða virðingin hugsjónin kannski á mikið að tala í Bandaríkjunum en virðingin fyrir einhvers konar lýðræði er að minnka og síðan er þetta stand að við heldum að við værum komið með eitthvað svona margpóla eitthvað heimskerfi og við erum bara komin aftur í gamla 18. aldar standið þar sem að einn einræðisherraði hér og heitir þetta og annar hér og heitir þetta og svo þriði hér og heitir hitt og þeir skipta milli skera heiminn á milli sín. Og bakgrunnur er svo sá að þetta erum við að hugsa og þetta erum við að takast á hverjum degi meðan fréttirnar af loftslagsbreytingunum, hið stóra, hið mikla úrlausnarefni mannkyns á okkar tímum eru alltaf verri og verri og við erum nánast ekkert að gera í því.
Þannig að ég segi bara að maður þarf svo sannarlega á bjartsýni sinni að halda á hverjum degi. Nefn að við getum grætt á því, sko, því að Evrópubúar sem að stikna, þeir vilja koma norður í 10 og 12 gráður. Sannlega, en þá fáum við líka það sem við fáum náttúrulega í staðin, er afgaveður, er hærra yfirborð hafs og svo frá minnst þannig að sem er byrjað. En þetta er líka, sko, meðan að við erum með þessa leiðtoga og ég var að hlusta daginn á útvarpsþætti sem eru alveg afskaplega áhugaverðir og heita Konungsinnar Kísildal og þarna á RÚV og þarna verið að tala um þetta nýja tækni hægri sem er að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum og það snýst allt um það að við eigum að vera með einhverja sterka leiðtoga sem eru bara eins og framkvæmdastjórar fyrirtækis og hugsa um það eitt að hámarka gróðan og hámarka það sem hægt að fá út úr rekstri fyrirtækisins og það náttúrulega segir sig sjálft að þegar þú ert komin á þann stað þá skiptir mannúð engu máli, þá skiptir samlíðan engu máli vegna þess að hún er kostnaðarsöm og þá þarf að fara að slá af gróðanum og þá skiptir heldur engu máli umhverfið hvort að það verður eitthvað eftir af loftslaginu eða náttúrinni, það bara skiptir engu í stóra samhenginu að því að við þurfum bara að halda áfram að græða og Trump er í raun og veru fulltrúi þessara manna og þeir virðast hafa flýkt sér á bakviðan en hvort að það stendur enn eftir að upp úr sauð milli hans og Elon Musk, það er aftur önnur saga. En þeir allavega vita það núna að þeir geta ekki stjórnað honum frekar heldur en aðrir. Smári. Heiminn. Getur þú stjórnað honum? Það er ég til að við full ástæður af áhyggjur af meira virðingarleysi fyrir alþjóðalögum og þeir sem helst eru í því að bróta þau niður er náttúrulega Bandaríkin og allt sem að tengist Ísrael og Palestínu hefur verið eiginlega grafið undan þessu. Það er ekki Bandaríkjamenn búin að... Setur Bandaríkjamenn í fyrsta sætið í þessu? Já, ef að þau myndu ekki stoppa vilja þjóða heimsins í Sameinuðu þjóðunum til þess að hemja þjóðamorðið og ofbeldi Ísraelsmanna gegn Palestínumönnum að þá væri ástandið betra. Þeir stoppa það og þar með eru þeir raunverulega að stoppa það að Sameinuðu þjóðirnar virki eða öryggisráðið virki og þeir eru að reyna að stoppa það að alþjóðadómstóllinn virki með því að setja eitthvað svona viðskiptabann á dómarana því að þeir eru ósáttir við niðurskurðin og þetta er bara hryllilegt ástand. Kannski var þetta aldrei gott, kannski voru alþjóðlega bara fyrir hina, þetta til að hemja suðrið og þriðja heiminn en Bandaríkjamenn ætluðu aldrei að fara eftir því en það bara voruð augljóst núna kannski vegna þess að suðrið er að sömu leyti að styrkjast, að það voruð það svona augljóst að þá vilja Bandaríkjamenn ekkert hafa alþjóðakerfið og það virðist vera eins og sagt hér að í Bandaríkjunum eru stjórnvöld sem að horfa á heimsmynd sem væri bara góð ef þetta væri fyrst og fremst samningar stórveldana, þá voru við kannski komin á 19. öldina og nýlenduveldin, að Trump geti samið við Putin og yfirvöld í Kína hvernig að skipta heiminum. Og það er ekki góð staða fyrir okkur. Nei, má ég spyrja ykkur hérna, getum við talað Bandaríkin fyrir og eftir Trump? Bæði og? Ég held að bara stödd Já, Trump auðvitað mjög sérstakt dæmi. Mjög sérstakur pólitíkus og þetta algjörlega óútreiknanlegur og menn eru að reyna að daðra við hann eða hafa áhrif á hann eitthvað svona frá degi til dags og við veit aldrei hvað kemur út úr því. En svo sér maður horfir líka við Biden-skeiðið að þetta að breytingarnar á Bandaríkjunum er ekki bara Trump. Minni áhersla á Evrópu til dæmis á samstarfi í Evrópu og það er ekki bara Trump. Það eru almenna breytingar í Bandaríkjunum sem að vilja leggja meira áherslu á Kyrrahafið en Atlantshafið og svo tekur maður eftir öðru. Eftir stríð þá kemur upp, við töluðum svolítið barnalega hugsjónir. Eitt af því sem gerist auðvitað það að ein hugsjónin er frjáls verslun og það má alveg kalla það hugsjón. Jón Sigurðsson, hann talaði frjálsa verslun, það var ein af hugsjónum Jón Sigurðssonar í söðu Íslands. Og það var búið til kerfi frjálsa verslunar eftir stríð, Bretton Woods kerfið sem það kallaði, alþjóða gjaldeyrisjóðurinn og hvað heitir hitt dæmið þarna í Washington og svo framvegis og GATT eða 2.5 sem núna verið að tala um að þurfa að endurnýja að gera eitthvað við og þetta var fallegt en þetta voru hagsmunir Bandaríkjamanna. Bandaríkin voru það veldi sem kemur út úr heimsstyrjöldinni
með allt sitt kerfi í gangi, með framleiðslu sinna í gangi og þurfti markaði og þess vegna þurfti þau frjálsa verslun. Ég er ekki að skamma neitt eða gera mér athugasemdir, en þessi hugsjón var í samræmi við hagsmuna þeirra. Núna er Bandaríkjamenn ekki þetta ríki. Kína er miklu frekar þetta ríki sem framleiðir og selur. Já, en höldum áfram með kaupi fyrir verkalýði sem ekkert. En þá skipta Bandaríkjamenn þá frjáls verslun ekki lengur hugsjónir á þeim, þetta eitthvað alltaf stutta framsaga búin. Já, skil. Getum við litið á Bandaríkin fyrir og eftir Trump? Já, örugglega í einhverju sagnfræðilegum ritum þá verður það gert þannig. En ég sagði hér áðan og ég held að það ætti öllum að vera ljós sem hafa hlusta á minn málflutning. Sko, ef ég hefði verið í Bandaríkjunum og haft rétt til að kjósa þá hefði ég aldrei kosið Trump. Bara svo það sé alveg á hreinu. En Trump var kosin með meiri hluta atkvæða og mér finnst það kannski meira hlutverk þá mín og stjórnmálana á Vesturlöndum að velta fyrir sér hvað orsakaði það að það var það sem gerðist. Og í mínum huga er það svona eitthvað sem við þurfum að glíma við, að það er svona traust og trú á stjórnmál og traust og trú á kannski þessum ferli sem ég var að lýsa hérna áðan, lýðræðisferli, samtali sem tekur ógeðslega mikinn tíma og er ógeðslega mikið vesen og getur meira sér líka verið ógeðslega dýrt. Að það einhvern veginn hjá almenningi sko bara, heyrðu, hætti þessu nú, bara kjósum einhvern sem ræður og gerir eitthvað. Og hættum málþófunum. Já, eða þá bara forsætisráðherra kemur og ræður öllu, sem er kannski svona svolítið það sem að Ameríkan vildu bara, einhvern sterkan mann, sko. En að því sögðu, þá held ég að það geti líka einhverju leyti verið hættulegt fyrir okkar friðsæla ríki hér á Íslandi og annan vestræna heim ef að allur fókusinn fer á Bandaríkin. Vegna þess að þó að mér mislíki ýmislegt sem Trump segir og gerir, þá ætla ég ennþá að hafa þá trú að það sé lýðræðisríki, það er með þingi sitt og það er á að vera með svona check and balance eins og það heitir á mjög vondri íslensku, hérna til staðar. Það sem er aftur á móti hinum með við okkur er Putin, sem síst einskis. Það er ekkert verið að velta fyrir sér einhverju lýðræði eða eitthvað. Og talandi sko hérna þú veist, ógnina sem að okkar steðjar. Mörður nefndi hérna áðan sko brot á alþjóðalögum og þá er nefnt hérna árásinn á Íran og ég ætla ekkert að setjast í neitt dómarasæti með það, en það er alveg skýrt og það er enginn að verkast í vafa sko marg ítrykku brot Pútins á alþjóðalögum. Úkraína er bara besta dæmi þar. Og nákvæmlega eins og þú segir hérna, þú veist, maður óttast það þegar verður friðarsamninga. Það er talað um að kjósa sko fyrir eftir Trump, en við kjósum ekkert Pútín sko, það er bara allt annað stjórnkerfi. En það sem ég kannski er aðeins að reyna að segja, ég held að það sé líka það sem að sko þessi heimsmynd, ég hugsa að einhver hérna mögulega í rússnesku sendiráðinu sem væri mögulega að horfa á þetta, væri örugglega rosa glaður yfir því að við værum að fókusa á Bandaríkin. Og ég tek þetta sem dæmi frá mínum sko unglingsdrengjum sem að sjá mest sitt í gegnum TikTok eða YouTube eða eitthvað, hérna sko sem fór allt í að segja, býtu hvað, mamma, er Trump ekki bara eins og Putin, er þetta ekki sama shitið sko? Það er svakalega hættulegt. Við eigum að sjálfsögðu og allir hafa frelsi til að gagnrýna og við eigum að gera það, en ég segi bara við megum ekki missa fókusinn á því sem er raunverulega ógn við okkur. Og ég held að okkar mesta vörn Íslands, herlaust ríki hérna í Norður-Atlantshafi, snýst alþjóðalög. Það er númer 1. Svo eru þau brotin af ákveðnum aðilum, ítrekað. Númer 2 er það aðild okkar að NATO og númer 3 er það varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin. Og ég held að fókusinn okkar eigi að vera á alla þessa 3 þætti í því hvernig við tryggjum varnir landsins. Sko ég get alveg tekið undir þetta og ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og vissulega er Putin sko alls ekki betri heldur en Trump og það að við séum að fókusera á Bandaríkin held ég að sé svolítið mikið vegna þess að það hefur verið þessi vagga lýðræðisins. Það hefur Rússland aldrei verið, þannig að við höfum aldrei búist við því af Rússum. Og jafnvel höfum við kannski bara alltaf búist við hennu versta af Rússum frá því að Stalín var og hét. En á hinn bóginn þá höfum við alltaf litið til Bandaríkjanna til þess að vera þessi leiðtogar hins frjálsa heims, vera þessi leiðtogar, þessir sem að standa með mannréttindum, en þeir gera það bara einfallega ekki og nota bene, þeir eru meðal fárra ríkja í heiminum sem ekki hafa samþykkt mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En
sko fyrir og eftir Trump, ég alveg sammála því líka að það hefur ábyggilega verið að breytast hægt og hægt í Bandaríkjunum þessi sem sagt vilji almennings til þess að vera þessi beacon of light frelsisins eða hvað á að kalla það. En líka, og eins og þú bendir réttilega á að það meiri hluti landsmanna sem kýsan og þeir geta ekki þessi meiri hluti 77 milljónir manna veri allir jafnvitlausir. Þannig að það þetta sem að ég einmitt var að tala þetta að fá þennan sterka leiðtoga, þennan framkvæmdastjóra, það það sem þetta fólk að leita eftir af því að alveg rétt hjá Bryndísi, lýðræði verður aldrei skilvirkt. Það bara ekki þannig kerfi. Við getum ekki búist við því að einhver komi inn á þing Íslendinga eða þing Bandaríkjanna og breyti einhverju með eina pennastriki. Þetta tekur alltaf tíma. En það þessi hugarfast breyting sem að ég hef áhyggjur af og ég held að stór hluti af því líka hvers vegna Trump komst að með svona miklu meiri hluta einfallega það að Bandaríkjamenn bara ekki tilbúnir til þess að kjósa yfir sig konu, þeir bara ekki komni lengri en það og ég tala nú ekki fyrst að þetta var kona þar að auki sem var þeldökk og líka þú veist þessi einhvern veginn hugsun að það eigi að taka alla skapaða hluti og valta einhvern veginn yfir þá og við eigum að hafa einhvern sem bara gerir hlutina og gerir hlutina fyrir okkur. En það bara alls ekki það sem að sko okkar samfélag hefur byggst á og það þess vegna líka sem að maður óttaslegin. Og eins og ég segi að ég alls ekki að gera lítið úr þeirri ógn sem stafar af Pútín en þegar að krosstrían bregðast að þá finnst mér við vera komin á svona vondan stað. Og ef ég má skjóta inn í að sko Bandaríkin hafa líka verið þessu öflugi sko aðili, nú vantar mér hérna íslenska orð svona soft power sko. Þú veist, einmitt og ef að taka hjálparstarfið inn í þetta, nú hef ég sko setið í þróunarsamvinnu nefnd sko. En þetta náttúrulega ríki sem hefur ráðist inn í Líbíu, Sýrland, Írak, Afganistan, ég talið þetta ekki soft power sko. Nei, en þeir hafa verið stórir í þeim aðgjörum með lítið af softpower. Þeir hafa verið langstæðstir til dæmis í þróunaraðstoð. Nú eru þeir að draga sig út. Þá finnur heimurinn allur fyrir því sko. USAID niður. Nú verður að leggja USAID niður sem hefur ekki bara við tækjum sko hernað Bandaríkjanna gegn öðru þjóðum. Þeir hafa líka verið í hard power, ég ekki misskilja mig í því en ég var að tala hitt. Já, við erum auðvitað að tala mikið Bandaríkin vegna þess að þau eru helsta stórveldi samtímans og hafa verið í... Ég vil bara aðeins spjöldinu því að það verður þannig öryggisógn. Ég hef oftast ekki innrás Rússa í Ísland en ég menn það má vel vera eitthvað að gera það. Ég held að öryggisógn okkar sé mest sem niðurbrot svona lýðræðis í okkar heimshluta. Og þar Trump stendur mjög framalega í því að brjóta niður svona, hvað ég var að segja, valdreift lýðræðiskerfi eins og við töldum, teljum vera nauðsynlegt til þess að halda samfélag saman. Við erum ekki hlynnt einhverjum einum sem á að stýra og stjórna. Við viljum að háskólarnir og akademiðin sé frjáls og taki sjálf ákvarðanir hvernig hún þróast. Við viljum að fjölmiðlandi séu þannig. Við viljum aðskilja dómskerfis. Við viljum ekki bara hlaða inn í Hæstarétt einhverjum harðkjarna hægrimönnum og öðru slíku. En ég meina það bara verið að brjóta þetta niður í Bandaríkjunum. Og ákveðin hætt annars vera, það hætt á því að þetta smítist einhvern veginn yfir á heimshluta því að við lifum ennþá hérna bandarísku öld. En það mest hérna þegar við erum að tala að vera bjartsýnn að ég svona pínlítið bjartsýnn á því að það sé að verða til ansvar við þessu. Þegar þú horfir á það hversu langt við erum komin á einhvern einstigi sko fasismans að þá sér maður til dæmis margir sem mæti í Gay Pride í Ungverjalandi bara til þess að reyna að varpa þessu helviti af sér. Óbúslega fallega myndir þaðan í gær. Sósíalisti að sigra forkostningar í New York sem við Bryndís hljótum að fagna. Við skulum vera sammála Budapest Pride, það var fallegt. Ég vona að kannski svona alvaran farið að renna fyrir fólki bara hvert erum við komin? Ef við ætlum ekki að missa þetta, þá verðum við að gera eitthvað. Förum við hraðar í þessa átt sem þú ert að tala eftir Trump
eftir hann kom. Það er eiginlega, þar sjáum við svona breytingarna fyrir og eftir að það má ekki hins vegar ofmeta hans áhrif, því að Mörður nefndi Biden áðan, og til dæmis svona þrýstingur á því að herrvæða Evrópu sem mun bara gerbreyta Evrópu sem NATO var að samþykkja, sem endar með því að verður flutt peningar, stórkostlegi peningar úr svona velferðarkerfunum yfir í hernað. Trump sló taktinn fyrir fyrrakjörðumfylginu, Biden dróð það ekki tilbaka. Biden dróð ekki tilbaka sem Trump gerði, sko. Þannig að það er ekki eins og séu okkur valkostur í Bandaríkjunum, þannig að það verður eiginlega verða til að bara nýr valkostur og almenningur bara rísu upp og já, við held að við ættum að vonast þess. Margt að gerast í Bandaríkjunum og maður sér að til dæmis á þessum dómi í Hæstarétti sem hefur áhrif á innflytjendur sem sé, að Trump getur farið í helmingi fylkjana og bara hent út innflytjendum en ekki hinum helmingnum. Þannig að það er komin svo staða sem sé að bláu fylkin og rauðu fylkin, að það verður mismunandi sem sé bara samfélagsástand, annað samfélag í bláu fylkjanum og rauðu fylkjanum. Þetta er náttúrulega skrítið og þetta er feikilega hættulegt fyrir samheldina í þessu landi hjá þessari þjóð að koma að kalla það. Ég sá bara fyrirsögnum með dóm, getur útskýrt þetta aðeins betur? Sem sé, sko, Hæstiréttur segir dómarar geta ekki stöðvað tilskipanir hérna forseta. En svo er það einhvern veginn þannig að í sumum ríkjum er það hægt. Þeir geta það í sumum ríkjum, halda verndarhendi yfir því í sumum ríkjum. Þannig að þetta getur komið og þetta þegar orðið þannig á fóstureyðingamálum. Sem sé að konur þurfa að fara úr einu fylkinu. En ég segi sko, og svo er náttúrulega þetta, það er hérna þessi gæi hérna í New York, og hann er allt í einu komin hann að progressífur gæi sem getur orðið borgarstjóri í New York og svo framvegis, og það er heilmikið að gerast á vinstri vegnum í Bandaríkjunum, þannig að við skulum nú ekki afgreiða þau út, það er ekki þannig. En í stórum dráttum, af því að þú varst nú að tala hérna varnarsamninginu, í stórum dráttum á þessum fundi í Haag, NATO-fundinum í Haag, þar sem leiðtogar NATO voru nú eins og kjánar að daðra við Trump. En það sem stendur eftir það er það að hverju kemur þetta loforðum 5% eða 3,5 plus 1,5%, og það sem menn segja er það að það er alveg svo að Trump og hins vegar Putin, að bæði Trump og Putin sem að ýta á sem sé Evrópu eða á NATO-ríkin nema Bandaríkin að fara þessa leið að verða sem sé sjálfstæðari, og það sem er að gerast er auðvitað það er að verða til svona Evrópu, NATO og svo Kanadir og Trump svona slær úr og í með 5. grein Atlantshafs sáttmálans hérna frægu að verja og ég var nú svo frægur daginn í fyrsta sinn í 40 ár að lesa þeim fræga varnarsáttmála sem er auðvitað ekki varnarsáttmáli, þetta er hann herstöðarsáttmáli, hann er sáttmáli milli Bandaríkjanna og Íslands að Bandaríkin hafi getið haft hérna herstöð og hann er ekkert meira. Þannig að ef það reynir á, skiljiði, ég er ekki að spá því, en ef það reynir á þá segir þessi sáttmáli sjálfur ekkert það að Bandaríkjamenn komið hérna og verji Seyðisfjörð eða Ríkisútvarpið eða eitthvað álíka. Hann bara segir við megum hafa hérna herstöð og við tökum þátt í þeim vörnum sem okkur sýnist. Þannig að við erum ekki örugg með svona þessar hörðuvarnir í þessu dæmi. Í þessum samkomulagi erum við að sogast inn í þetta hard power sem þú varst að tala sem er náttúrulega ótrúlega sorglegt. Þú veist, ef að Evrópa ætlar að trúa því að það sé engin lausn í öryggismálum annað en bara hard power, þá endar þetta bara mjög illa. Það endur við í stríði. En ef að Bandaríkjamenn, nú ætlum ég ekki að fara hérna í sprengjuátatalningar eða eitthvað herstöða mat, en það er auðvitað þannig að Bandaríkin er með 100.000 manns í hermenn í Evrópu og alls konar kerfi og hergögn, og ef þau ætla að fara með því út af hvað gerir Evrópa þá? Gagnvart þeim möguleikum sem að Putin hefur, segir mann ráðast nú ekki á Ísland, það sem hann langar til að ráðast á. Það sem er augljóst að kallinn hérna á 18. öldinni hann vill fá gamla veldið sitt eftir. Hann vill fá Eystrasaltslöndin, hann vill fá Austur-Evrópu, hann vill fá Asíu veldi Sovétríkjanna og gamla keisaraveldisins, og þar er auðvitað ætta. Mitt svar er bara þetta, sko. Ég held að við eigum að efla Evrópuhlutann og vera þar inni.
og við eigum að lokum að ganga í Evrópusambandið þó að það sé ekki ennþá og verður ekki varnarbandalag í sjálfu sér. Við held að það sé okkar svar við því sem er að gerast núna í heiminum. Ég ætla að fá að bæta einu við, ég talaði hérna sko 3 varnir, það væri fyrst og fremst alþjóðalögin og svo væri það NATO-aðildin okkar og svo það samningurinn við hérna Bandaríkin. Ég ekki hlynnt í að ganga í Evrópusambandið en ég mjög hlynnt Evrópusamvinnu. En ég ætla að bæta 4. punktinum við í þessu tilfelli og það aukið norrænt samstarf. Og hérna þó að það sé sagt hérna sko óttust við það að Rússar ráðist inn á Ísland, nei ég get ekki séð að það sé mjög líkleg sviðsmynd. En hvað haldið að Finnar haldi? Já, ég skil það. Ég meina, ef þú kemur til Litáen, þú veist, því ég að vinna með þessu fólki. Við höfum alltaf hagsmuni þessu lönd. Ég meina, hvað séru? Við höfum alltaf hagsmuni þessu lönd. Þessi lönd eru hérna nábýli við Rússland og það bara innprentað í sögu þeirra ógnin á austri. Við erum ekki þar. Við að taka 5% af okkar landsframleiðslu og hendi hernað vegna þess að eistrar eru óöryggi með sín öryggi. Já, fyrsta lagi þá erum við ekki... Svona þetta samúðarframlag? Nei, ég meina hér erum við að tala sko alþjóðasamstarfi hérna og við erum lítil eyja upp í Norður-Atlantshafi. Ég ekki að tala að við eigum að setja 5% af okkar landsframleiðslu í einhverja hernaðaraðgerðir en ég svo sannarlega á því að við þurfum að vera verðugi bandamenn og við þurfum að sýna upp á frekari varnir. Því hvernig getum við ætlast til þess, ef að Rússar kæmi nú til Íslands, að einhverjir aðrir komi hér og verji okkur þegar við leggjum ekkert á mörkum. Það enginn að koma að verja okkur nema Bandaríkin og við erum skilgreindu árvæðsvæði þeirra og það vita Rússar og það vita allir. Þannig að það enginn að koma hingað. Ég skil ekki af hverju, af því að segjum að þetta rétt mann til að finnum að þeir verða að verja 5% landsframleiðslu í hernað. Af hverju eigum við að gera það svona þeim til stuðnings? Því að þetta sára lítur upp að þú bætir ekkert Finnland sko. En höfum við ekki hagsmuni af því einmitt að það sé friður í Evrópu? Að það sé... Þess vegna hefur ekki að auka hernað sko. Gott ástand. Besta leiðin til að búið til stríð að auka hernað. Já, en við erum náttúrulega kannski ekki að tala samkvæmt, ef ég skildi það rétt sem kom út úr þessu NATO-fundi, þá var þarna skilningur á Íslandi sem herrlausu landi, en við höfum samþykkt að leggja aukið framlag til 1,5% í hernaðlega innviði. Nei, borgarlega innviði. Í innviði eins og almannavarnir og ýmislegt fleira sem að Kjarnorkukafbátalag í Helguvík og... Já, það náttúrulega kannski... Já, svona verður þetta verður það sem að mannvirkjasjóður NATO að leggja blessu sinni yfir. Það veist ekki það, vegurinn yfir Hellisinn, hann verður skriðdrekafær. Nú má hæpa og kalla og það sjálft að gera það og svo þróun að 5% af landsframleiðslu Evrópuríkja að fara í hernað það er bara ekki sniðugt, alls ekki sniðugt. En hvað okkur var þá verða þannig að frá 49 og 51 og ég tek fram ég engin NATO-vinur og ég herstöða anstæðingur að þá hefur Íslandi verið með þá sérstöðu í Atlantshafsbandalaginu að við erum ekki með her og við erum ekki með hernaðarútgjöld. Við erum eins og við tókum þátt eins og við erum hérna með eigið öryggisapparat og við tókum þátt í því, við erum með lögreglu, við erum með fangelsi, við erum með landamæri og það sem Kristrún og Þorgeir og Katrín sögðu á NATO-fundinum daginn og sögðu ekki fyrsta sinn, var það við erum tilbúin að fara upp í 1,5% með þetta. Með uppbyggingu, með sem sé borgarlega varnir eða hvað við kallum þetta og öryggisútgjöld. Og það það sem við þurfum að gera hvort það sem menn hafa verið að ræða í 10 ára og 15. Að við erum ekki með nógu gott system hérna í hinum á þessum dæmum í þessu. Við erum með, tókum nú bara björgunarsveitirnar. Það þetta system sem það alveg augljóst að við þurfum að fara að slaka. Þetta ekki alveg svona. Kristrún sagði að svona helmingurinn af þessu, það við hvað sem að eyða. Hinn helmingur, veistu hvað mikið? Það 35 milljarðar á ári. Já, til 1945. Til sem að við ætlum að láta NATO stjórna hvernig við ráðstöðum, við ætlum ekki að byggja upp hjúkrunarheimili, við ætlum að breikka veginn yfir Helliseiðina svo skriðdreki komist það. Já, það enginn sem sagði við ætlum ekki að byggja hjúkrunarheimili. En við skulum bara sjá til hvað gerist. Við skulum bara taka það eitt í einu, en við skulum ekki segja strax eins og þú sagðir 5% í hernaðarútgjöld, það ekki þannig. Þetta í fyrsta lagi 1,5% og í öðru lagi þá þetta ekki hernaðarútgjöld, þetta sem sé öryggismál af ýmsu tagi. Þetta innviðir sem
mannvirkjasjóður NATO á að blessa. Já, mannvirkjasjóður NATO er náðurlega borga fyrir það sinni sem hann hefur verið með í okkur. Hann er ekki að vera að gera það. Og á í Reykjanesbrautin, Keflavíkurvegurinn, flugstöðurinn sem framvegis. Þetta mun koma af íslensku skattfé, þetta kemur ekki frá NATO. Já, þá er það ekki mannvirkjasjóður NATO. Ég ætla ekki að blanda mér í þetta. Nei, ég ætla að halda þið fram mörgum að þessi peningar munu koma til Íslands. Þetta er ekki það sem við eigum. Tölum skýrt tölum það sem liggur á borðinu. Förum ekki fram úr okkur því. Þetta er það sem liggur á borðinu. Það er 1,5% í öryggisinnviði og ég tel án þess að vita mikið um það, ég er ekki á þingi, þetta er ekki mitt mest áhugasvið að þessir öryggisinnviði sé það sem við höfum verið að tala um hérna mjög lengi. Við höfum verið að tala um vegi, við höfum verið að tala um hafnir, við höfum verið að tala um flugvelli, við höfum verið að tala um landamærin og við höfum verið að tala til dæmis af fangelsi. Já, og þetta er eitt af því sem við þurfum að koma upp og það er það sem að önnur þessi bandalagsríki okkar telja að nýtist, það er bara þannig. Við erum ekki að stofna hér eins og byrju hver var þetta sem ætlaði að vera að stofna hér? Jú, hann er hérna gamli sendiherra. Nei, hann er örugglega að vísa í það sem ég hef verið að segja. Það er að skrá yfir gamla. Já, vildir þú stofna hér? Það er svona fyrsta skref í að stofna hér. Margir vildu misskilja þannig. Ég var ekki að leggja til hér og ég held að Ísland geti seint staðið undir hér en ég hef sagt að til einhverja framtíðar ættum við miklu frekar að horfa til norræns hér og við getum verið einhver þáttakandi þar. Og hér er verið að vísa í fyrirspurn sem ég lagði fram á utanríkisráðherra hvort við hefðum einhverja yfirsýn yfir þá Íslendingar sem hlotið hefðu herþjálfun. Svar við því er 0. Og ég held að væri skynsamlegt. Ég er ekki og þá er ég meira svona að horfa til þess að utanríkisráðuneytið geti sagt, heyrðu, þeir sem hafa einhverja reynslu og menntun á þessu sviði, hefðu þið áhuga á að skrá ykkur hérna í einhvern gagnabanka, þannig að við vissum hverju, það gæti leitt til þess, en það sem ég er kannski fyrst og fremst að hugsa þarna er sko að við þurfum að auka þekkingun okkar á vörnum. Og ég held að það eru Íslendingar sem að hafa farið í herskóla, jafnvel farið í herþjálfun, jafnvel farið á átakaslóðir og ég held að það væri bara ágætt fyrir íslenska ríki að hafa yfirsýn yfir þessa aðila og geta leita til þeirra ef að til þess kæmi. Þegar þú útskýrir þetta svona, þá fer ég nú að vera meira sammála. Já, sko, við getum verið sammála um ýmislegt. Mér hefur fundist vera bara kjánalegt af okkur að vera ekki með opið, ekki lokað, þetta er opið svona opna umræðu og gagnasöfnun og undirbúning að því sem heitir alþjóðamál, að því sem heita varnir, öryggismál og svo framvegis. Ekki loka það inn í Varðbergi eða einhvers staðar í þriðja kjallar utanríkisráðuneytisins, heldur þetta sé almennt opið. Þekkingarmiðstöð hjá háskóla meðal annars. Já, það sé þannig. Við ætlum ekki að hafa her, við viljum vera herlaus, við viljum halda fram friði, en við getum ekki neitað tilvist hernaðar átaka erfiðleika í heiminum þess sem er að gerast og við erum að taka fullan þátt í því. Við beigum okkur undir það að eina lausnin í vá í heiminum sé hernaður. Alveg sammála. Það bara gengur ekki. Það bara er NATO er í þessu, Evrópusamband er í þessu, Trump er í þessu, íslensk stjórnvöld er í þessu. Það er verið að heila þó okkur að eina leiðin til þess að mæta ógn sé að byggja upp hernað. Og það bara er ekki þannig, hefur aldrei verið þannig og mun aldrei verða þannig. Nei, þar er ég líka alveg sammálaðið Gunnar Smári, en það er eitt af því sem ég tók inn í þarna og ég hjó eftir varðandi þetta sem þær voru að tala um að veita til öryggis og varnarmála. Það var meðal annars að huga vörnum okkar hvað varðar tækni og ljósleiðara og annað og það er búið að vera að tala um þetta mjög lengi að þetta er eitt af því sem við þurfum að huga að og vera undirbúin og það er bara hernaður sem er í gangi í heiminum ekkert endilega af einhverjum ríkjum en líka bara tilteknum óbrútnum einstaklingum sem að hafa verið að gera tilraunir til þess að brjótast inn í stór kerfi eins og bankakerfi og ýmislegt annað. Og ég sé ekki annað en að það sé bara mjög af einu góða ef að við Íslendingar búum okkur undir eitthvað slíkt. Svo var önnur atriði sem að valda óryggi. Það var, ég held að OECD hefur verið með einhverja skýrslu með menntun á Íslandi þar sem kemur meðal annars fram að við stöndum okkur afleitlega í menntun innflytjandi á Íslandi. Það veldur óryggi. Þannig við verðum að laga þessa, við getum kallað það soft innvið eitthvað sluðis, til þess að skapa hér sko félagslegt öryggi og traust í samfélaginu. Því að það er það við horfum til Bandaríkjanna og annar landa sem er í stórkostlegum lýðræðisvanda. Þá er það út af auknum ójöfnuði, út af aukinni skautun og öðru slíku, út af yfirráðum auðkýfinga yfir fjölmiðlum og samskiptarmiðlum. Við þurfum að líta miklu víðar á þetta öryggishugtak og það er það sem að
Kristrún vinkona mín Frostasdóttir var að gera í kosningabaráttunum og fyrir kosningar, þá var hún talað öryggi og þá tókum að öryggibítunum við það löggan og herinn. En þá það ekki þannig, þá erum við að búa til samfélag sem byggist á öryggi og þá það miklu víðari skilgreining á öryggi þetta hingað til við verið. Og ég held við að taka þetta þannig og ég ætlum ekki að fara að gefa einhverjar leiðbeiningar en ef það hægt að koma einhverjum útgjöldum innan þess að 1,5% ramma í slíkt öryggi, þá styð ég það. En sko þetta 1,5% er mjög opið, NATO er ekki eins og búin að skilgreina það sjálft, það er ekki búin að ástækja, en það verður það opinn þáttur. En mér langaði aðeins bara út af Gunnarsmár, ég sammálaður varandi sko það sem að OECD var að segja og ég hafði miklar ágjör af þessu því ég var að rýna síðustu PISA-niðurstöður fyrir utan það að við værum að fara niður heilt yfir. En þá sýndu þær að innflytjendur á Íslandi, eða börn af erlendu bergi, voru að standa sig mun verr og leið mun verr í skólanum miðað við innflytjendur til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Og þarna erum við mögulega að búa til hættuástand. Og íslensku kunnátta eða þá kunnátta í móðurmáli, þjóðtungu viðkomandi lands, þá erum við langlökust. Já, og þarna, og ég sérstaklega horfa þarna bara líðan, en auðvitað tengist þetta allt saman. Við gætum örgulega tekið heilan þátt í menntamálin, en það sem að mér langaði eins að segja var ekki öryggis- og varnarmál. Það er svo gaman að sko fara að enda þáttið svona að þið eru sammála. Viltu enda þá, eða ég kom með meira? Nei. Ég ætlaði aðeins út að sko, talandi svona öryggismál í víðum skilgreiningi. Nú vorum við með formennsku í Norðurlandaráði á síðasta ári, þar sem að ég var forseti og Oddný G. Harðardóttir Samfylkingu var varaforseti og okkar fyrirsögn í formennsku áætlun var friður og öryggi á norðurslóðum. Og alltaf þegar við vorum að ræða þetta, þá útskýrðum við það líka, við vorum annars vegar með orðið friður og hins vegar með orðið öryggi og við varum að útskýra út frá mjög víðu samhengi hlutana. Út af því að þú talar hérna áðan sko loftslagsbreytingar. Við erum eyja í Norður-Atlantshafi, við erum norðurslóðaríki þar sem að ísinn er að bráðna og það eru vissulega ýmsar ógnir sem tengjast kannski svona beint hér að ráðast sér á innvið okkar eins og kaplan okkar eitthvað þess áttar. En það er líka alls konar annars konar ógnir sem geta komið til meðal annars vegna ísinn er að bráðna, vegna slysa sem getur orðið hér upp á norðurslóðum og við berum ábyrgð á því. Talandi þetta 1,5% sem getur mögulega verið í það að við þurfum að auka mögulega gæsluna. En þannig herrvæðingin einmitt grefur undan þessu líka við sáum í Bretlandi þar sem þeir eru að smala peningum hvernig eiga að geta að fara út í aukin hernaðarútgjöld. Hvað það sem draga fram niður? Það annars vegar velferðarkerfið og hins vegar þetta loftslagsaðgerðir. En við erum ekki herrvæðingunni. Nei, ég held við séum ekki þar, en ég held að sé rosalega gott að við séum að eiga þetta samtal og því að það er búið að gera svo ofboðslega mikið bara núna á síðustu árum og ég myndi nú segja að full innrás í Úkraínu sé kannski stóra þar og því miður, og ég viðurkenni það hafandi stutt síðustu ríkisstjórn, mistökin sem við gerðum á síðustu árum var að ræða þessi mál ekki nóg og það var auðvitað vegna samsetningarnar í ríkisstjórninni. Ég held að Vinstri grænum hafi ekki fundist það þægilegt. Katrín Jakobsdóttir fannst mér standa sig mjög vel sem forsætisráðherra. Ég myndi að mæta á NATO-fundi þrátt fyrir það að við vitum hver afstaða hennar flokks var. Mér fannst hún heiðarleg að segja bara ég er hér fyrir mitt ríki og hér hefur Alþingi Íslendinga samþykkt það að við erum í NATO og það er okkar helsta öryggi. En það var samt sem að þannig að það var ekki vilji til að vera að ræða þetta mjög opið og ég hef ítrekkað, ég hef nú tekið undir ýmislegt sem Þorgerður Katrín hefur sagt varðandi þessi mál og er sammálinni að mörguleiti fyrir utan þetta vilja endilega fara inn í Evrópusambandið. Ég held að sé mikilvægt. Trump sé heillandi? Nei, ég hef aldrei hitt hann og mér finnst hann lítið heillandi þannig að ég er nú meira kannski að tala svona stóru myndina en við þurfum sem samfélag að ræða þetta. Við þurfum sem samfélag að búa okkur aðeins undir það, eins og ég sagði þetta áðan, við erum því miður ekki að lifa friðartíma. Hvað þýðir það fyrir Íslendinga? Og þetta sem þú ert að segja er verið að fara að taka úr velferðarkerfinu okkar, eru mjög eðlilegar áhyggjur. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að glíma við á þingi þegar við fáum fjármálaáætlunina. Hvernig ætlum við að finna þetta til? En þetta eru það sem nágrannaríkin okkar. Bara út í Finnlandi er að glíma við. Veiðigjaldinu sem þú ert að fara í farið. Það er nú notið þess að 7 milljarða í rosalega margt. Ég vil bara líka... Þetta er bara pólitík. Ef þú ætlar að láta þennan hluta þessar örfáu menn láta þeim haldast uppi að taka auðlindir þjóðarinnar og nýta þær í eigin þágu
taka þá peninga og fara með á hvert á land sem þeir vilja, kaupa hlutabréf, eyða þeim í útlöndum, vera með þá í skattaparadísum, í staðinn fyrir að nota þessa peninga þar sem við þurfum, sem er þetta 1,5%, sem eru velferðarmálin, sem er menntakerfið, að þá er það þín pólitík og þá átt þú bara að standa við hana. Mín pólitík er svo að stærsta hagsmunamál okkar er að auka verðmætasköpun á Íslandi. Með aukinni verðmætasköpun þá fáum við meira inn í ríkiskassan. Út af því þú sagðir hérna áðan, það skiptir kannski ekki máli þó að fjárfestingar tefjist 5 ára eða hvað það er. Jú, það kann að skipta rosalega miklu máli því fjárfestingarna sem við höfum fjárfest í sjávarútveginum, eða ekki við, þeir sem eiga þessi fyrirtæki, þau hafa aukið verðmætin. Þannig að það verður til meiri verðmæti og þar af leiðandi kemur meiri peningur inn í kassan og þannig tekst okkur að byggja upp öflugra velferðarkerfi, öflugri innviði og standa hér að vörnum í landinu. Það er svona standardfrasi, auka verðmætasköpun og svo kemur það er enda sá frasi sem að forsætisráðherra fór með í kosningabaráttunni þó að komið svo ekkert inn í þing þar að leita. En bara því miður að þá höfum við búið við það núna undanfarið ári eins og þú segir að það er að aukast verðmætasköpun. Við höfum verið með þennan aukna hagnað á hverju einasta ári en samt sem áður eins og Gunnar Smári bendir á þá er skautun að aukast í samfélaginu. Við erum að verða fjarlægari hvert öðru. Við styðjum hvert annað ekki eins og við gerðum áður og við erum að horfa upp á ýmsar hræðilegar afleiðingar þess. Bara hnífaburður unglinga, manndrápsmál, hvert ár eftir annað að þá erum við að horfa upp á sko fleiri manndráp á Íslandi heldur en nokkru sinni áður og þetta er skelfilegt af því að ég er nú svo gömul sem á grunum á sjá og ég bara upplifði samfélag sem var allt annað en þetta. Og ég vil ekki horfa á þetta að fara í þessa átt og ég held að það sé alveg rétt sem að Gunnar Smári segir að eina leiðin til þess að koma í veg fyrir það er að efla einmitt menntakerfið og velferðarkerfið og hrista okkur saman í gegnum það. Má ég koma spurningu til þingmannsins? Já. Það er ekki búið að vera þingfundi bara, var ekki í gær eða eitthvað? Jú. En það voru alltaf einhver hlé eins og það væri alveg að fara að koma eitthvað samkomulag. Við vorum með kenningu, eða ég var með kenningu, að þegar niðurstaða skoðanakönnun Maskínur kemur fram, að þá segir Sjálfstæðisflokkurinn hörðu, við erum að tapa á þessu málþófi. Við verðum að slökkva á þessu bara núna. Er það rétt? Nei. Nú, ætlaði að vera áfram í málþófi? Nei, ég meina það sem er rétt í þessu samhengi hlutana er og þeir sem að þekkja til þingstarfuna vita að þegar kemur reglulega svona hlé og maður fer upp sem forseti þings og segja þingfundur er settur á Alþingi, nú verður fundi frestað í hálftíma og þetta. Alltaf gerir til bakarbyggjunum. Já, þá eru þingflokksformenn eða í einhverju tilfelli mögulega formenn flokkana að funda og reyna að ná samkomulagi og það er það sem búið er að vera að gerast og ef við fluttum fréttir af því að þeir fundir sig í gangi og þau halda bara þétt spilunum að sér en verður þið ekki að hætta þessi í Sjálfstæðisflokknum þegar það er stór tap á þessu miðflokkurinn ríkur upp hann er raunverulega orðinn bara ekta flokkur reyndar held ég að þessi mæling hafi nú verið gerð fyrir það að það myndaðist eitthvað svo kallað málþóf í veiðilegugjöldunum ég held þetta sé eftir bókun 35 þannig að það má velta fyrir sér hvort að fólk sem miðflokkurinn, já, ég er alveg sannfærð um það að miðflokkurinn er að bæta þarna við sig vegna þess að það sé andstæða við það ég er alveg sannfærð um það þið rjúkið upp þegar málþófið í veiðigjöldunum kemur? Þið rjúkið upp í... Nei, en veistu að ég verð að fá að segja, sko, ég er í pólitík út að ég hef einhverja hugsanir og það getur vel verið að einhverju sé algjörlega ósammála því og bara finnst að vera frasi og auka verðmætasköpun og allt þetta, en ég er algjörlega sammálað einhverjum öflugt skólakerfi, menntakerfi og velferðarkerfi og annað þess að það. En ég er ekki í pólitík til þess að horfa á skoðanakannanir og ég velti því, já, auðvitað skoðum við það, en ég er ekki að segja, heyrðu, nei, nú ætlum ég að skipta um skoðun því að skoðanakönnun segir eitthvað. Ég veit að sumir flokkar hegða sér svoleiðis en Sjálfstæðisflokkurinn gerir það ekki. Aldrei gert það, aldrei. Ég er líka í pólitík, ég er ekki atvinnumaður í pólitík, ég fylgist með pólitík og tek þátt í pólitík sem grasrótarmaður til dæmis í litla flokknum mínum, stóra flokknum mínum. Það sem við kallum húligan í stúkunni. Og það er bara ánægð með það, en ég horfi svolítið yfir og ég get nota reynsluna til þess að segja mér einhverja hluti. Það sem núna gerist er alveg rétt, það er verið að semja sig áfram, ég veit ekkert hvernig þeir samninga ganga, maður verður að vera inn í húsinu og þekkja fólk og hafa áhuga til þess að vita það. En eitt sem ég ekki gleyma í þessu, og það er bara svona lítill persónulegur hlutur og hann er sá að allir þingmenn, allir starfsmenn þingsins, forsetar, formenn og svo framvegis, eru búin að plana sumarfríin sín.
og þeir hafa pantað sér sumarfrí í Munaðarnesi, Tenerife, Flórida og svo framvegis með allir í fjölskyldunni einhvern tíma í ágúst eða júlí og þeir þurfa að komast í þessi sumarfrí og það bara, og síðan verður þetta svo leiðilegt, ég þekki það, þetta verður svo svakalega leiðilegt að vera heilu mánuðin og það er 17 stig og sól hérna úti og það er ekkert að gerast og þetta er engin andskotans pólitík, þetta er bara einhvern rifrildi og vitleysa. Og það sem að gerist held ég á næstu dögum er það að allir átta sig á þessu eða reyna að ná einhverju setla þetta einhvern veginn. Ríkisstjórnin þarf og verður að ná þessum veiðigjaldafrumvarpi gegn. Ég álíta þannig sem stuðningsmaður stjórnarinnar að ef hún gerir það ekki þá bara... Stjórnarandstaðan metur að megi ekki gerast. Já, ég veit það. Ég segi bara ríkisstjórnin getur ekki annað en gert það. Ríkisstjórnin er í meirihluta og á að ráða þessu og ég held að hún geri aldrei annað. Hún frestar því aldrei fram á haustið til þess að sko, málið byrjar aftur. Þá byrjar málið aftur, skiljið. Það lifir ekki. Það er einn af gollunum. Lifir ekki áfram. Og ég held að því verður hleypt í gegn og síðan einhverjum svona venjulegum málum, fjáraukalögum, einhverjum málum sem verða að fara í gegn og ekki getur gert athugasemd við. Stjórnarlega sjálfur fóru nú eiginlega í málþóf í eigin fjárauka í gær. Og svo verður svona eitt málflokkarinn flokki og ein tvö frá stjórninni. Og þannig endur þetta svo byrjar þetta aftur í haust. Ég held að þetta verði svona. Hérna, ef við má bara... Það er fleiri endur þingi, það er líka þáttir. Það er alveg klárt að það þarf að breyta þingsköpum. Það þarf að búa til jafnvægi milli stjórnar og stjórnarandstöðu sem ekki kemur fram svona. Og að því við vorum að tala traust á þingi og lýðræði og framvegis, að þá var þetta eitt af því hver sem að stendur fyrir málþófinu sem grefur undan þessu trausti. Hvaða rugl er þetta, hugsar almenningur? Hvað það þýða? Það kemur niður á þeim sem hafa málþófið frammi, en líka niður á þeim sem að stjórna þinginu og eiga að sjá til þess að þetta sé í lagi. Ég kannast alveg við það sem með minni reynslu. Ég held að það þurfa að breyta og eitt af því sem þarf að gerast er líka þetta að mál lifi frá einu þingi til annars. Þegar ég var á þingi þá var ég búin að finna það út að það þyrfti að búa til breytingu á þingsköpum sem í þessa átt sem að gengi í gildi á þarnæsta þingi. Ekki á næsta þingi, þannig að pólitíkustum var ekki að veltaði fyrir sig verð ég í stjórn eða stjórnarandstöðu heldur á þarnæsta þingi. Þannig að menn væri sko alveg vissi ekkert um það, hvernig þetta kemur út. Og ef það er ekki gert, þá myndi næsta þing verða svona mjög svipað að þessu leyti. Ég held að þetta sé bara mjög nauðsynlegt. Ég held Bryndís að skynsamlegt fólk sem ég vona þú sért í öllum flokkum eigi að fara að tala sig bara af þessu og reyna að koma á þessari breytingu með Ég er alveg sannfærður það að það er ástæða til að breyta ýmsu við þingsköpin og hérna myndi glöð taka þátt í þeirri vinnu. Ég held að það þarf líka að vera svona ákveðin ró og traust milli fólks til að hægt sé að fara í þá vinnu. Eins og staðan er akkurat núna er það ekki, það gæti verið að lagast. En ég ætla aðeins að segja út af því að hér er talað um sumarfrí, sko, ég er ekki með slík plön. Þannig að ég er tilbúin í það sem þurfa þykir. En ég sko það sem ég brenn heitast fyrir, og enginn hefur rætt hér, það er frumvarp um jöfnunarsjóð sem að kemur mjög illa niður á mínu kjördæmi og það er rétt búið að opna á þá umræðu. Ég fengi að halda eina ræðu og það er búið að flytja hérna nefndarálit, þannig að það er nú umræða sem að ég myndi fórna hérna ýmsu fyrir í sumar ef til þess kæmi, en ég vona Þú vilt stoppa það? Nei, ég er með breytingatillögu við málið og ef að hægt er að samþykkja þá breytingatillögu þá held ég að við séum með góðar breytingar hér, svona fyrsta stig af breytingu á kerfi sem að ég veit að enginn þekkir jöfnunarsjóðinn, en þetta skiptir miklu máli varðandi rekstur sveitarfélaga og þetta er svona mikið sanngirnismál, það er verið að jafna ála út frá fjölda grunnskólabarna, fjölda fatlar og annað þess áttar. Þannig að það er til dæmis mál... Kemur aðalega niður á Reykvíkingum? Kemur aðalega niður á Reykvíkingum og grunnskólaböndum er ekki? Já, það er nú verið að taka á því. Nei, það er verið að taka á því í þessu frumvarpi og ég held að við sameinumst um það. Reykjavíkurborg eigi líka að fá framlög vegna nýbúa. Þannig að það er margt, ég er alveg sammála því, það er margt mjög gott þarna, en það er þetta ákvæði sem að í rauninni ýtir undir það að sveitarfélögin ættu öll að fara með útsvarsprósentuna sína upp í algjört hámark sem að ég segja sé þá hvati fyrir sveitarfélögin að rukka hærri skatta og það get ég ekki skrifað undir. Þannig að breytingartillaga mín lítur á því og ég vona auðvitað að það sé að ná einhverju sáttum þetta og oft er það þannig að hlutir þurfa að fara í gegnum svona pólitíska þeytivindu og ég held að mögulega, þú veist, þegar það er verið að ná einhverju samkomulag þá er verið að samþykkja eitthvað og það er verið að horfa á sjónarmið. Þetta er bara hluti af lýðræðinu. Þannig að ég auðvitað ber væntingar til þess að það sé hægt að verða við þessari breytingartillögu því ég veit að það eru ýmsir þarna sem að styðja mig í því máli, líka þingmenn sem eru í stjórnar meirihlutanum og þannig náum við árangri og ég er að treysta á þessi svoleiðis samtöl sem eiga sér stað hjá þingflokksformunum þar sem að þetta snýst ekki bara um að vinna og tapa og einhver harka og eitthvað slíkt heldur verið að reyna að miðla málum.
Því að stjórnmál eru list hins mögulega. Herri, það byrjaði að ringja dyrabjöldinni. Við verðum að fara að rýma húsið. Steingríður Steinarsdóttir, Mörður Árnason og Bryndís Haraldsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Og við sitjum hérna eftir smá stund. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, herðu, það var svona endinn á þessu þætti Sinni Egil sem að dettur inn í þetta marathon. Ég held að við byrjaði bara á réttum tíma, var kannski 7 mínútur. Við byrjuðum 7 mínútum of seint. Það er seinkunin sem hefur orðið á 30 klukkutíma ferð. Það telst nú ekki... Þetta er eina skekkjumarka. Ég var með... Það verður örugglega fyrirgefið öllum sem til okkar að heyra og sjá. Ég var með helgispjallið hérna í gærmorgun. Ég held að við byrjaði bara á slaginu þar. Og þetta er einu þættinni sem að hafa komið inn í þessa umræðu sem að... Svo náttúrulega er líka búið að standa í ýmsu eins og með helgispjalli í gærkvöldi að Hilmi Snær afboða sig bara á síðustu stundinu og það er reddast sko að það er bara mikill kraftur í húsinu. Herðu, en við tölum stundum pólitíkina svona í lokinni, hefur nokkuð að vera að gera það? Nei, við slúttum þessu, en það er við ætlum að... Það er enda fínt hérna sko. Í áðan. Það er mjög fínt spjall. Mjög fínt. Já, mjög gott. Við ætlum að vera hérna, það er dagskrá hérna framundan, bara merkileg umræða sem er hérna í klukkan hérna 6 í dag kannski verður hann í hérna klukkutíma, þannig að við endum með því að verða 1,5 sólarhring, þá kemur Krummi Björgvins, ætlar að koma, ég held að hann ætlar að koma með gítarinn, en síðan áður en því kemur, þá kemur Anna Hildur Hildibrandsdóttir, Ardís Bergsdóttir og Arnar Sigurðsson og þau ætla að ræða hörnum fyrir innflytjendur og ýmislegt fleira. Og áður en því kemur, þá koma hjón hingað, við vorum með systkini í gær, þá kemur Sigurður Gylfi Magnússon sem er sagnfræðingur og prófessor og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir sem er hagfræðingur og prófessor. Þau ætla að koma hérna og spjalla við Oddnýju og áður en því kemur, þá kemur Harpa Bjarkadóttir sem ætlar að tala fiskeldi í Eyjafirði. En áður en því kemur, þá kemur, ég veit ekki alveg hvað svona dagskrárlegu það er, hann kemur hann að Brynjar Karl, sögufrægur, sem er búinn að ná sínu nokkur neginn fram í yfir. Já, einhver leyti. Hann ætlar að koma og tala við okkur. Okkur? Nei, ég fekk hann til að taka svona hálfleiksræðu eins og við varum núna orðin svona svolítið þreytt lið og ættum svona eftir hérna loka metrana, þannig að við fengjum svona hvatningu frá þjálfara. Það ætlum við að gera hérna eftir smá auglýsingar og þannig að það er sem sagt að erindi okkar í þessum þætti er þá á enda. Sinni Egils eru búnir, ég myndi segja það. Herðu, takk fyrir í dag, við þakkum öllum gestur sem hafa ekki hingað komið. Ég segi alltaf hérna í lok svona Egils hvet fólk til þess að hérna gerast áskrifundur og það er fullt til þess að gera það. Við erum að safna áskrifundum til þess að bjarga samstöðunni og tryggja henni gott framhaldslíf. Það eru margir sem hafa verið að skrá sig, líka þeir sem eru áskrifundur hafa verið að senda með skilaboðum að vilja hækka áskriftina og alls konar. Hvet ekki til þess að gera það. Ég er líka benda á sem að ég held að ég verð að svara einhverjum fyrirspurn áðan inn á samstöðun.is. Þar var kona sem var að velta fyrir sér hvernig mætti að auglýsa hérna. Ef að þú ert með eitthvað rekstur eða eitthvað fyrirtæki, þá er ég alveg viss að við getum boðið þér upp á hérna gott verð fyrir kröftuvöruauglýsingar. Við vorum með mælingu fyrir árið síðan og ég held að það hefur líklega bara batnað. Þá var það 12% landsmanna sem að sáu eða heyrðu þætti samstöðunar þá vikuna og það er bara ansi góður hópur og við birtum auglýsingarnar okkar svona 3 sinnum á dag og allan vikuna og í heila mánuð og þá safnast þetta alveg örugglega upp og verðið sem að fólki stendur til boða eða fyrirtækjum er ekki það hátt, þannig að ég held að þessi
góð kostur fyrir fyrirtækin, en á sama tíma þá eru þau raunverulega að leggja til afl inn í samstöðuna svo hún geti haldið áfram að vaxa og dafla. Pæliði því á meðan að við hlustum aðeins á auglýsingar og svo ætlum við að fá hálfleiks ræðu í maraþoninu eftir augnablik.